Já, góða kvöldið, kæra áhorfendur. Við erum mætt hérna í 16 manna úrslit á Síminn Invitational. Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson, með mér er Hilmir Freyr Heimisson. Gaman að sjá þig hérna, Hilmir. Já, takk sömuleiðis Ingvar. Við fáum 2 einvígi í kvöld. Fyrra einvígið er Íslandsmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson. Jú, vissulega. Á móti 13 eða 14 földum, ég man það ekki. Íslandsmeistara kvenna, Já. Lenka Tatsnikovu. Hún er alltaf unnið þetta nokkru sinnum. Nokkrum Ég get sinnum. sagt það. Allt rétt. Og Seinna en við, áður en höldum áfram, er svo Alexander Dómaldúk Jónasson sem teflir við íslenska skákgóðsögn Jóhann Hjartarson. það verður svakalegt. Það verður eitthvað. Það verður eitthvað. Já. Og eins og vanlega Ingvar, Já. hefur ekki að fara yfir spáina hjá okkur fyrir áhorfendur. Ertu komið spá? Ég hef komið spá. Já. Ég var svona pæli 3,5, kannski 4-0. Náttúrulega er eitthvað í kringum 400-500 elostiga munur þarna í hraðskákinni. Vignar náttúrulega næstu 2600 Já. og var það daginn og má líka minnast á það að hann er komin yfir 3 stigin aftur og Á chess.com. á chess.com Já. sko, og það getur verið einfallega það að hann sé kannski búinn að fara að slá sitt eigið Íslandsmet. Já, hann náttúrulega Var 3016. gæti bætt þessi stigum henni í kvöld. Já, hann sagði mér ekki, hann sagði að hann væri yfir 3000, þannig að ég er spenntur að sjá hvort að hann sé búinn að slá metið sitt eða hvort hann slæði það kannski í kvöld, sko. Ok, þá ætla ég að segja 3,5 eða 3-1. Ég spáði því að Vignir verið stressað með stigin sín. Já. Vinnur einvígið en hann hreinsar ekki. Já, ég held að mun ekki droppa tapi, sko. Nei. Ég held að hann droppa max jafntefli. Já. En ég telti við hann gífulega oft og ég náttúrulega veit að hann er rosalega sterkur. Og eins og má vita á Le Coq úrslita mótaröðinni, þá vann hann mótið með 10,5 og 11 og næsti maður með 7. Já. Og ef það er ekki yfirbyrði þá veit ég ekki Ef hann er, segja. eins og við segjum, svona locked in, Locked in, já. eins og unga fólki segir í dag, ekki? Jú, maður segir við það. Að þá já, ef hann er locked in, þá er hann góður. Það var hann góður. Og hann er líka orðið vanar þessu að sé myndavélar á honum og Já. náttúrulega byrjar En að við gera. stáum þetta í íslenska landsliði, það voru slæmikablar Jú, og Vignir er íslenska landsliði í skák, meira minna. nákvæmlega. Þannig að, já, hver veit? Já, hver veit. Hver veit? Þetta er svona, já, en þú veist, ef hann er að eiga slæman dag, þá er hann samt 2850, skilur. Já. Þannig að, þú veist, Mér skilst það er það vandamálið. að þeir gætu verið að fara að byrja, strákanir. Já, Já, strákanir, það er ekki strákar núna, það er strákur og stelpa. jú, vissulega. Skarplega aðtuga. Skarplega, takk fyrir það. En, jú, við þurfum vist að spella eitthvað, víst að það er einhver. Já, það er Vignir og Lenka. Litirnir í fyrst skák, Já, komnir hérna. Sýnist Vignir hafa hvítumennina, nákvæmlega. Lenka Og- með svart. Það er, já, Já, það er Katalan. bara Katalan. Vignir er búinn að tefla örugglega eitthvað í kringum allavega svona 5 skákir í Katalan og hann er alltaf að breyta til afbrigð og svona og hann er algjörlega með þetta á tæru. Já, Lenka teflur hratt. Dreipur Gaman að sjá á það. C5, Vignir er C3, þetta er allt þekkt. Þetta er allt þekkt og ég seti hliðina á Vignir oft svona saman í liðakefnum og hann teflir. Rittari B3, A4, bæði leikir hérna. Það er gaman að sjá hraðan hjá Lenku. Já, hún- Klári bátana í Nákvæmlega. Katalan. Rittar FD4, reyna að leysa upp biskupinn á G2 til að setja þessa pressu og það er eiginlega það sem að Katalan felst í, er það ekki Ingvar? Jú, þetta er svona snýsvöldu með hennar biskup hann á G2. Nákvæmlega, Á skálunni. Hann svona línar yfir allt borðið og við sjáum kannski anstæðings hans, biskup D7, hann er aðeins meira á svona, þú veist, passífur sko. Já, Hann er náttúrulega, við vitum að biskupin vilja vera með mikið rými sko. hann hvítur tekur á sig aðeins veikari peðastöðu. Það er veikt peð á C3, stakt peð Já. og halvunni líka. En á móti er hvítur með svona aðeins virkari menn og reynir Já. að nýta sér það. Hann nýta sér þessa peðveikleika yfir í dýnamík Já, já. og þessi staða er oft frekar hættuleg. Hrókra C8, Vignir er out of book eins og við segjum, eða út úr bókinni. Já, já. Og núna er hann aðeins að reikna og hugsa, en það getur samt verið að hann leikur bara rittari B5 til D6 og Já, já. Ef að svartur stendur á sér pressuna til langtíma, þá Já. er svartur náttúrulega með svona
betri strúktúr, kannski nákvæmlega. getur fara að hugsa sig gott í glóðar. Já, nákvæmlega. Við sjáum að felst náttúrulega í því að peðaeyjunar eru hreinlega fleiri hjá hvítum. Já. Út af því að peðið á A-línunni og C-línunni, þeir eru ekki vinnir lengur. Stök og veik. Nákvæmlega. Hann að Svartur að svo spila upp á langtíma færi, en eins og ég segi, pressan frá hvítum hér til byrjun með Biskupinn og G2 ætti að vera mjög gott. Já, við sjáum Vignir tekur sér langan tíma núna. Hann komið verri tíma, það kemur með smá ávart. Og við sjáum Rittari B5. Já, og við sjáum upp á skjá að Vignir með 3004 stig, þannig að hann ekki búinn að bæta Íslandsmeti sitt sem að mér skilst að var 3016 stig. Já, og ég ætla reyndar að skjóta þinn að það bara vissi sjáum það, en hann með 3004 stig. Já, ég reyndar að vissi það. Smá miskilningur, en já, hann vantar þá, já. Metið hans 3016? Já, hann vantar þá 13 stig. Já. En ég ekki viss að hann getur einu sinni fengið 13 stig út úr því að vinna 4 skákir í röð hér. Nei, það getur ekki að bytta nú við. Þetta var kall í hafið. Út á Engu. Já, Rittari B5 H6 var bara afleikur. Bara teki og, já. Tók bara F6. Já. Bytta nú við. Akkur tók hann ekki með Rittara? Já, ég meina, þetta breytir enga máli, bara hróku B1, hróku D1. Þessi það er búinn. Nei, maður gæti Svartur ekki bara byrstu bara F6. Gáttu ekki tekið bara með Rittara? Já, Biskup og Dísu. Já, Biskup og Dísu. Já. Þetta er bara kall í hafi. Rittari B5 var svona smá trikkileikur. Og verður að fylgjast með Ingvar. Já, H6 var smá áleikur. Já, og við sjáum að restin er bara tækni eða whatever. Gefur þetta bara 1-0. Förum bara beint í næstu skák og lenga fær hvítt. Þá er spurningin, hún leikur annarkvort enska leiknum eða... Hún leikur C4 og svo Rittari F3 E3. Það er eins og Vignir hafi verið svona, já, hann á dálega lengu aðeins. Það var svona lítið að frétta, lenga var að tefla öryggi og allt í hennu tók Vignir sér mikinn tíma. Já. Það kom bara afleikur strax í kjölfarið. Já, við sáum að Vignir var með 3 mínútur og 10 sekúndur á klukkunni áður að leikurinn hrókur AC8 kom þegar ég noteraði það að væri... Rittari B5, þá kom afleikur strax. Já, eins og ég sagði, hann þurfti að, sko, best er að gera þegar menn eru teknir út úr bókinni sinni er að taka eitthvað í kringum 10-20 sekúndur oft og bara svona finna út úr þessu og leika ykkur sem að make sense, sem að þú kannski hefði skoðað áður en í ykkur annari leikir, sko. Já. Þannig að Rittari B5 meikaði mjög mikið sense. Hvað getur sagt þessa stöðu hér, enski leikurinn? Já, lenga fyrir í enska leikin, hún náttúrulega teldi enska leikin mikið, svona bara í gegnum ferilinn og að leita hérna svona í það sem kallast bótvinning uppstilling hjá hvítum. Nákvæmlega, og hérna drepið. Það var alltaf spurning hvort maður tekur þetta með peði eða biskup. Jú. Getur þú sagt okkur eitthvað meira frá bótvinning, hver hann var? Já, hann var alltaf heimsmeistari. Hann var það? Já, hann var það. Og ég reyndi að sagði það seinast á sunnudag. Með sögun á hreinu? Já, með sögun á hreinu, sko. Þá voru að tala um eitthvað. Rittarendatöfl og bótvinning rúl. Já, það er reglulega, sko. Það var svona ákveðin lærifræðir sovéska skákskólans. Nákvæmlega. Og sjáum að, já, Svartur er þetta með þetta P og E5 sem að náttúrulega garanterar að fá aðeins meira rými og þar með vill hvítur auðvitað brjóta það niður og út af því að við... Tryggja meira rými, það er rétt hjá þér. Nákvæmlega. D4, það er svona oft það sem að hvítur leitast við að leika í svona stöðum, eða ekki? Já, en nú er smá pressa, veitu nú við. Og ég get sagt þér það að núna er staðan byrjuð, sko, að fara frá svolítið mikið enska leiknum yfir í hollenska vörnina hjá svörtum og ef að menn vit ekki þá hefur... Þarna var stór ákvörðun hjá Lenka, hún gefur biskupinn á C6. Já, ætli Vignir leikur ekki bara Rittari H5 og bara fórnar þessu og teppir á hvítu rittunum. Af því að ef hann núna tekur á E5, þá mun Lenka skipta upp á drottningum, leika svo F3 og segja að hún gefur biskupparið en strúktúrin svolítið lélegur hjá svörtum. Já, nákvæmlega. Við sjáum að eftir drápið á C6 þá splittast piðin algjörlega hjá svörtum. Já, þannig að þú vilt meina að Vignir fara núna í einhverja dýnamík og rittaranum og fórni piði. Þetta var svona það sem að þegar ég var aðstofamaður Vignís lengi á sínum tíma 2001 til cirka 2003 var að
ég var að nefna það við hann að hann þurfti að bæta sig í árásunni og hann hefur gert það fyrst mér og komið með miklu meiri skilning á Hann því tekur að F5, ok. gera árás og allt sem ég sagði er bara að fara í hafi núna en það augljóslega metur hann endartafli gott en allavega stoltur af mínu manni fyrir að redda þessu og græja það. Það verður nú ekki verið alveg í fókus hann drengurinn. Nei, myndaðilinn, Já, hann svo myndalegur. myndalegur. Það er bara... Þú kannski skottar svona græna kollab fyrir mig Já, með já, fyrir mig við styrtarana já. sem er einmitt kollab, lengjan, síminn og ljósleðarinn, kunnum þeim bestu þakki fyrir. Nákvæmlega, og getur mynd á það, ég er líka að drekka grænan kollab. Þú treyfuna græna? Já, eins og ég sagði Björn ég að senast sunnudag, fer oft bara eftir veðri hvað maður gerir, sko. Það er bara, labbinn í búð og kaupa eitthvað. Það er ískaldur græn hérna, Yes. það hljómar svona. Já, hljóma svona. Herrið, hvað er að gerast? Það er sköttu peðarslagi hjá Vigni. Já, og Lenka sem sagt lék F3 strax og leyfir Vigni að drepa á hennar fórsetum, en spurningin er jú, þetta er ekki sniðut. Bíddu nú, Laumur riddara F2. Þeir. Get ég leikið P-drepur F3? Já, riddari H3 og ætlar svo að leppa eilunni. Já, hann gerir það. Já. Gæti hann tekið E2 líka. Já, en kannski er ágætt Er að ekki skjóta inn í hróksleik, ég veit það ekki. já, okkur myndir ekki leika hrókar A E8 núna og líka sko að bjóða öllum í Já. veisluna sko. Og að nota alla kallana og við vitum að Já, það er mikilvæg leksja sem Helgi Ólafsson kendi mér. Ég man alltaf eftir því. Já. Já, Invite everyone to the party, Já. eins og Kasparov gerði, áttu að því. nákvæmlega, við erum að nota kallana og núna valdar þetta svona á leiku G5 og sjáum að það eru tveir riddarar að reyna að dansa í kringum hvern annan en þeir eru báðir hangandi. Já, og nú þarf líka Og- hvítur að passa sig. Já, þetta lúkkar eins og þú þarft að leika biskup Daniel 2 til að tengja hrókana og út af því að þú getur ekki verið bara leppaður á elínunni sko. Og síðan eftir getur yfir F4 þá myndir þú væntanlega taka með riddara F4 og Já, þar já. með allt í henni er hann ekki hangandi lengur. En þá er ég satt mjög smeykur við riddari G4. Já, ég hef reynd að spá í þetta P2F3, Og- það er og- svona og lúrir kannski einhvers konar Já. gaffat kannski F2. Sko, Er riddari E4 leikur núna, Helmir? já, en kannski, en ég sé ekki, okkur ekki bara getur yfir F4, riddari yfir F4 og riddari G4 og þú hótar sko biskup D4 skák og það væri algjörlega bara búið út af því að þú myndir fara til F1 þá væri máta H2 en nú aftur við sjáum þetta bara eftir smá ef þetta gerist ef ekki þá bara bear with me. Mér sýnist, já, eina vandamál Svarts eru kannski bara ómargir möguleikar í stöðunni. Já, það getur verið dálítið mikið luxus vandamál, leikur Já. riddari G4 strax. Gæli við F2 leiki. Já, orðatiltæki Erfið hótun. hótunin er sterkur en leikurinn sem kemur náttúrulega líka frá geitinni, Helga Ólasinni Já, ok. og heldur bara öllu í spilinu og við sjáum líka F2 skák, don't forget, en það myndi vinna hrók. Já. Og Það er þó alltaf að, mann undir hann Já, já, þú vinna skiptamunni og vinna hrók. já, hann myndi, það er bara allt að falla og við sjáum að allir kallar Eftir kemur núna. eftir og kemur núna, Hefðu getið vekið brittara, hefur verið svona skemmtileg glæna. já, Skeitt lenga máli. og núna, Já, já, ok, og hann var búinn að reikna þetta kallinn. En það ekkert eðla góður, hann sá þetta í gær og þetta er alltaf bara gefið, heilum hróki undir. Sáum þó hann var kall undir, þá allir hann hróki yfir bara 4 leikjum seinna og sjáum að það er 2-0 komið 2-0. og ég held að Vignir sé ekkert að fara að breyta til eða hvað. Hann Nei, er bara nei. aðeins að hugsa. Já, það var Katalan í fyrsta, svo var það enski leikurinn. Leikur 2 riddar F3 og 3 G3. Spurningi hvort að Lenka haldi sig við sama aðbyrðu á þann. Já, og við sjáum að Sem gekk nú allt í lagi, það bara kom afleikur. já, Svona smá frekar skrítin afleikur. Þetta, þú veist, dílínan opnaðist, þú verður að vera gáð á því. Já, byrju A3. A3, þetta hlýtur að vera Hvað er Birkir Vigni Ísak. að segja þarna? Þetta hlýtur að vera Birkir Ísak. Fyrir það sem ég vita ekki, þá var ég tekin úr leik af tölvusnillinginum honum Birki Ísaki og þegar ég segi tölvusnillingur, þá meina ég væntanlega undirbúningur fyrir skák, ekkert endilega
hann sé að laga einhverja tölvur. Hann er ekki hjálpar að setja upp Unix. Nei, ekkert eitthvað svoleiðis sko, Nei. en Birkir Ísak hefur reynst Vigni Vatnari alveg gríðarlega vel á hérna, og eins og segi, ég datt eiginlega bara úr umferð því að hérna, maður réði ekkert við Birkir Ísak, hann bara með endalausar hugmyndir og eitthvað svona, hvað 7. leikur A3 sem að ég hef aldrei, með þessi aldrei ég hef ekki séð áður sko. Já, stopp maður sér, er þetta ekki bara svona leikur til að fá tafl, til að tefla? Þetta er nú ekki, Jú. ekki að fara Nei, en bara endar einum út á borðunum til gaman leika að A3 segja sjöunda leik. frá, skiljur, vist að maður Já, veit allt og mikið hérna. Þannig að það er svona málið sko. Býðum við, A5 hjá lengu. Já, þannig að spurningin, viltu leika B5 og fá þetta frípeð? Eða viltu leika C5? Leiku B5. Ok, hvað gerir satt núna? Tekur hún á B5 eða leikur hún C5? Já, ég var með þess að pæla sko. Já, er ekki betra að leika C5 og hérna Já, nú spyr ég því. halda svona einhverjum möguleikum, svona dýnamík? Já, ég náttúrulega sko, síðan er líka, þú veist, of hverju myndir ekki leika tekið og leika A4 og stoppar hann náttúrulega, Já. stoppar hann hérna tenginguna, ef hvítur leikur A4 sjálfur, gerir það. Fær kannski einhverjum möguleik á C-línunni Já, líka. og þá var pointið þess sem að, hérna, ég var að pæla sko var, já, ok, hann vill. Hver er líklegri til að nýta sér C-línunni? Er það ekki svartur? Bara hróku C8, C4-reiturinn, Já, svartur með gott miðborð. hann jú, hún vissulega með það, en þetta peð, til dæmis B6 núna, gæti verið ófæður. Já, hrókurinn komið bakvið, B6, Nákvæmlega. B7. Bjóðu öllum í veislunum eins og ég sagði áðan. Og hann ætlar að tefla upp á að B-piði sé sterkar en hérna D-piði sem að gefur svarti hérna miðborðið, betri tök á miðborðinu. Já, svartur hún og samt með einhvern tromp, ég meina Já, en A3 getur orðið veikt í einhverju línum. nákvæmlega. Hróku C4 kannski til að skora, einangra þetta B-pið, ég veit það ekki. Já, þess vegna er ég að pæla hvort að maður ætti að reyna að fara í að leika einar þrír hér og leika kannski Leikur biskup B6. F1 sko. Já, hann vill, þetta peð mun trufla kalla svarts og það er nefnilega málið sko að þegar þú ert með svona frípeð þá hérna, þarf alltaf að spurja. Já, stoppum maður sér, Ólafur. Ég var einmitt að spá í biskup C5, bara aftengja hann biskup og reyna að vinda peð. Ég meina, hvað ætlar hann að gera maðurinn? Ég veit ekki, ég ætla að fara í smá reglugerðir. Og það er einfallega það, þú voru að spyrja þessar tvær spurningar, það er annarkvort. Hversu mikið af köllum hjá andstæðingi geta að hóta peðinu og hversu mikið af kallar geta valda peði. Og þá þarf það að byrja að reikna og væntanlega ef að svartur mun bara taka þetta peð þá ertu bara með tapað, en ef að svartur nær ekki að taka þetta peð þá getur þetta peð nefnilega valdið hvítum mjög mikið af vinningssensum út af því ég sagði það. Ok, en En já, við erum að sjá. er þetta peð ekki orðið svolítið veikt? Já, Er þetta bara ég? það er það sem að reglugerðin segir, sko. Já, ég finnst það svona flókil reglugerð fyrir bara einfalda talningu, það ekki? Já, það Bara telja kalla hún sem setja á og Já, þetta var bara 1 + 2 og eitthvað svona. Ég sjáum líka Vignir, tekur sér gríðlegan tíma. Já, kannski spurning að fá að laga Komið verið tíma, B7, ok. Já. Þurfum við ekki að fá að laga myndaðurinn hans, Ingvar? Þetta er, Já, við tökum það í hálfleik. já, það er spæntarlega, sko. Tefnum fyrstu 3 ár, svo sem að pása hjá okkur. Nákvæmlega, og það verður að græja þessa myndaður. Vittunum við, ef frá okkur C7, kemur það biskup Einar 5 og ég tapar leiði. Og eftir biskup drifur F2 þá leikir bara kongur H1, hann er vantanlega búin að sjá það, kallinn. Aha. Stopp maður, kannski, það er ekki allir á sama hraða þú, Hilmir. Nei, Áttum okkur á því, ef að sjálfsögðu ekki. svartur leikur frá okkur C7 og hvítur leikur biskup F5, Já. setur svona hrókan á tein og vinnur lið, nema ef biskup drifur F2. Já. Og ef hvítur tekur hérna biskup F2, þá átt að svartur leikar riddari G4 og skáka á biskupinn. Væri smá gaffall, sko. Smá gaffall. Væri náttúrulega fínt ef við gætum verið að, hérna, sína eitthvað með örfunum og ég held að við græjum það. Hrók C6, hún þarf Fyrir hálfleik, sko. ekki í þessar flækjur. En svo Nákvæmlega. var hann næs, það hefði getað verið hún á C3 líka í einhverju línum. Nákvæmlega. Og Þetta var flókin lína, en ok, hún velur svona praktiska leið, það ekki? já, skák er náttúrulega flókin, en til þess erum við hérna til að hjálpa ykkur að skilja þetta betur. Þannig að biskup D6, væntanlega hrókurinn á B8 gat ekki hreyfst sig því að þá hefði bara komið B8 á drottning. Já. Þetta skiljum við
nú flest öll og Þarna verða tekið Þannig að vera kaup og Hrókur B4 vantarlega. og B4. Núna fæ ég allt í henni hennar reit. Hvað með E4, er það leikur? Leikur E4, ok, interesting. Ekki var með þetta öngitaktikin, ég átti að því. Já, átti að því. Hrókur C6. Núna Hrókur B4. En Hrókur B4 var náttúrulega alltaf í spilunum, sko. Og sjáum að núna byrja, Hrókurinn á B4 stendur mjög sterklega. Fer náttúrulega upp og til hægri og undirbýr að Hrókur A1 kemur líka í spilið sem að er mjög gott fyrir... Nú farin þessi pressa sem var áðan sko á A3-peði til dæmis. Nákvæmlega. Nú þá lengar ekki mántaka B7 með drottningu vantarlega ekki. Jú. Rittar þetta B4, Daniel 4. Nei, þá hefði ég átt... Skák í borðið, já. Þá hefði ég átt Hrókur B6 og þess vegna var Viktor að hrista... Já, hún átti drottningu B7, rittar Hrókur B6. Þú sér það. Og Biskup F1, þetta er svona leikur sem að Vignis finnir. Wow. Og tekið, þetta er mjög flókið, tekið á B5. Og getið tekið á sénu núna. Býttu nú við, er hún ekki að snúa á hann? Nei, hún tekur sín. Já, ég mista þessu. Já. Ok, nei, þetta er gott að kvitt núna. Já, ekki vera svo. Tökum að B5. Með drottningu þá, eða hvað? Já. Og hún í A4, hóttu að fara á A8. Já, Riddaröldur byrja E4 væntanlega, eða hvað? Já, svartur bara ekki með hennar hóttun, eða? Riddaröldur byrja E4, já, drottning E8 skáki leikur, en virkar sannilega ekki. Já, náttúrulega, nei, það var rauðskipti. Hrókur bara A4, ok. Ætlaði með hrókinu á A8. Já, og hann valdar þetta peð með drottning B6. Já. Og riddari D2 gerir ekki neitt. En það var að finna leik, 3 sekundur á 2, næra leika, onni í F2. Drottning E2, slagur. Hlýtur að vera, eða drottning B2. En náðu riddari D2 og þá ætla Vignir að drepa þetta og leika Hrókur A8. Nei, ekki hrista hausinn. Ha? Hann átti að mista af því, býta nú við. Hann fell á tíma. Herru, hann hefði getað drepið hann á D2 og leikið Hrókur A8 og hérna... Já, þetta var alveg spennandi hana. Ég held að lenga hafi verið komið með góð færi en Vignir náði að bæja hættunni frá og kannski var tíminn svona lykilfaktor hann í lokin. Nákvæmlega. En já, áður við höldum áfram stöðtu auglýsingarhlé og klárum þetta við eftir hléið. Algjörlega. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpra. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Jæja, velkomin aftur til leiks, kæru áhorfendur. Það í gangi einvígi hérna hjá Vigni Vatnar Stefánsinni og Lenku Patatsnikovu í 16 manna úrslitum á Síminn Invitational. 3-0 fyrir Vigni. Nær Lenka að býta frá sér í fjórðu? Ljóslegar skákinni? Ég held ekki. Vignir hann bara svo öflugur. Það náttúrulega ástæða okkur að hann fór á HM daginn og hvað ekki, hann gerði jafntefli við einhverja stórstjörnum var það ekki og einhver 2-7 og Er hann locked in, eins og maður segja? Já, hann er locked in, sko. Hann að tefla vel, hann ekki að missa miklu fyrir utan Drottning D2 sem hefði unnið, en ok, hann leik Drottning B5 og svo staði náttúrulega líka unnin og fær svart og spurning hvort að Lenka leikur ekki E4 núna. Voru í enska-leikin síðast? Já, ég nefnilega telt við Lenku mjög mörgum sinnum og hún leikur alltaf E4 eða C4, hef ég tekið eftir, hef ég greitt mér. Já, hún líka verið í svona sístum D4 E3, svona nýlega. Já, eitthvað svona Jobava London. Já, hann kemur í dref 3 og E3, hann kemur þetta, já. Já, hún telti þetta mótið mér í Reykjavík Open í fyrra og já. Hún slapp með jafntefli, ég getum orðað það. Já, ok. C5, já. C5, B3, svona rólu uppbygging. Já, mjög fyndið að segja en þetta afbrigði kom í tísku bara fyrir einhverjum 8 árum, sennilega 2018, eitthvað svoleiðis. Já. En áður fyrir eins og 2015 og neðar, sko, þá voru menn ekkert að leika þessum Riddar F3 og 2 E3, sko. Nei. Þannig þetta er útlæðilega vinsælt, sko. Og Vigni fer bara í einhvern hliðavariant, leikur G6 og sjáum að Vignir farin á jakkanum alveg eins og ég, sem að ég veit ekki alveg hvað það snýrist en alltaf tekið mér riddara og við minnum að sjálfsögðu á að við erum styrtir og þetta ljóslegara skákin okkar. Það er rétt. Já, það er rétt hér. Og skákin ljóslegara skákin. Já, og við þökkum að sjálfsögðu kærlega fyrir það. Og riddari D2 og ég veit ekki, þetta ekki bara einhver staða, menna... Jú, þetta allt í rólegheitum, ekki? Jú, en þú veist, ég get ekki séð af hverju hvítur búinn að fá eitthvað betur á byrjunni, eins og við vitum. Á hærra leveli þá reynir alltaf að fá eitthvað pluss út á byrjunni. Sagði það seinast á sunnudag og segi það aftur. Og já, ég meina svartur bara með flotta stöðu, góð harmonía og sjáum að biskupinn á B2 svona núlstillaður af biskupunum á Gunnar 7 og já, Drottning E2 sennilega, já, virka kallana Róku C8, lukkar venlur. Já, ýmsir svona eðlilega leikir í boði, ekki? Drottning C7 líka eðlilegur, undirbýr Rókuna F8 til að koma til D8 en leikur riddari Finnur D7 og ég skil ekki alveg þennan leik en ég náttúrulega ekki stórmeistari þannig að það geti verið ástæðan og síðan Róku C8 og já, þetta bara svona frekar basic og vill brjóta með E5 og E4, já. Og þetta var sennilega hugmyndin að núna eftir biskupdripur G7 þarna þá hefði ég nefnilega skotið inn E-dripur F3 og ég hefði stuggað við drottningunni og þar með unni kall. En við sjáum að núna spurningin, P og E4 gott eða ekki? Það sjálfsög það gott út af því að riddari D3 algjörlega leiðindar reitur til að díla við og hann meiri segja að ætlar ekki að fara með riddaran á C5 til D3 heldur ætlar að fara með riddaran sem var meira passífur til D3 og þetta bara ljómandi gott. Ég myndi segja að svartur væri hann ekki með yfirbúrastöðu en það getur fljótt farið að falla frá hvítum og teki mjög hefðbundi bara uppskipti hér og við sjáum líka að núna kemur drottningin út og við vitum náttúrulega ef að drottningin stendur á miðborðsreit eins og Daniel 5 og ekki hægt að stugga við henni þá að sjálfsögðu drottningin mjög góð, valda mjög mikið reitum og líka að sjálfsögðu undirbýr hrókuna F8 til að koma til spils sem seinasti kall svarts sem að hann myndi vilja virkja. Og með það í huga, við Lenka að hugsa og við sjáum að tíminn ekki góður og staðan heldur ekkert svo góð.
Við sjáum að við erum þannig séð með symmetríska peðastöðu, en eini munur hér að peðið ekki á einar 6, heldur það allavega á E4 og þetta gefur svarti rými og svona peð geta verið mjög hættuleg og ef þau eru ekki veik og ekki að fara að falla í kvelli þá þetta draumapeð á E4 og til dæmis drottning G5 gerir það og virkar allt mjög eðlilegt og eventually riddari D3 og já, þessi riddar á D3 hann bara svo miklu betur riddar á D4 einfalt út af því að hann bara komið miklu lengra inn í stöðu hvíts. Þannig að svartum betra eins og það ekki út af þessum D4 ridd. Ákvæmlega, en kannski að passa peðu á A6 en A7 núna leika. Ákvæmlega. Kannski A6. Leika kannski A6, já. Ég myndi frekar drepa, ég myndi ekki vilja hafa kóngir á skálínunni á G7, þannig að við tökum frekar og segjum bara OK og kannski bara A6 núna, nei, hoppar hér, hótar öllu illu og ég held að Vignir ætlar frekar að fara bara í eitthvað spil, kannski. A6 lúkar samt mjög venlu núna, en hann þarf að passa E4-piði, þannig að ég ekki alveg viss hvort að riddari D3 var réttur. En spurning hvort hann getur leikið drottning F5 og hóta F2. Sem að myndi vera smá svona taktískur leikur en kannski smá riski líka. Og Vignir tekur sinn tíma í að velta þessu fyrir sér. Þetta svona það sem við köllum kritískt moment. Það sem að menn þurfa að passa sig út af því að ef hann gerir þetta vitlaust og peðið fellur. Já, þetta geta alltaf svona smá í hafið hjá hann núna. Nákvæmlega, og þá ertu náttúrulega komið í beiglu leikudrottning F5. Valdar E4. Valdar E4. Hvað gerir þessu riddari á? Já, það er onni á F2 með hraða eða tempói. Og F3, ok, athyglisvert. Við hefum ekki taka núna, Petur Brandú, þá er hún á D3. Tekur þarna, en hvað er að tekja á E4? Já, hún gerir það. En við sjáum samt að, ok, þá það hvítur vinnur þetta peð. Ég eiginlega 100% viss að Vignir mun fara í þetta endatafl, en við sjáum núna peða eigunar, sko. Og við sjáum að þessi peði eru ekki fallegustu peð sem ég séð. Nei, en á móti hvítur fara hann ridd á D4 fyrir riddaran. Já, en þú fær hann á C5 ridd og núna leikur þú hér, vinnur Petur baka. Tekur þetta bara með peði. Og leikur síðan E5 stugga við þessu og við sjáum að þá jafnast peðastæðan eitthvað út. Tekur á D1. Já, tekur þetta svona. E6. Já, tekur vantur það hérna og hér. Ok, svartur með heilbrigðari peðastöðu. Nákvæmlega. En er þetta nóg til að vinna? Það spurningin og við sjáum að hvítur ætti ekki sem regla í hróksendatöflum að vera að valda þessi peð eitthvað eins og hróku D3 og ég held að lenga nú alveg reynd til að vita það að virkja hrókið sinn, fara til hróku D2, ég meina, og var að stoppa hróku B2. Já, en ég verð ekki alveg að skilja af hverju Vignir fór í hróksendafli, en ætla að sé ekki bara að hann þarf líka bara jafntefli. Jú, jafntefli, tryggjar áfram. Og eins og menn vita, eða vita ekki, þá eru jafnteflislíkunar í hróksendaflum töluvert háar. Já, hvað segja menn á ennskunni? All Rook endgames are drawn. Já, Rook endgames have a high drawing tendency, eitthvað svona. Já, ok. Já, það er vantarleikur í frasar. En við sjáum að hérna á B5 og þetta er bara búið. B5 mögulega hóttun, já. Já, kemur B5 eftir smá. Já, leikur bara B5, þetta er búið og kóngsendaflið eru bara unnið, ekki? Skiptir bara böllu, kongur E5, þarna hér. Já, akkur tók hann ekki með hrók. Já, núna bara tekur á A2, býður upp á bara engi færi og skák og kongurinn að vera. Engi tími á lengu hérna. Já, fer bara til G7 og ætla síðan að hóta örugglega peðinu, hrókur E2 eða hrókur A3. Já, svartur hefur. Og H6 meika líka mikið sens. Og lenga er bara að falla, hún er fallin. Já, hellar á tíma aftur. Já, þá er þessi viðureign lokinn. Já, 4-0 hjá Vigni, en mér fannst nú lengi alveg býta frá sér áttalega möguleika. Já. Staklega í skaknum með 2. En í þriðju skakinni vildi ég sagt hafa það sem að, já.
Já, Ég held að Vignir hafi verið svona, já, á ég meina, mörkunum. þessi viðureign var náttúrulega, eins og ég segi, það gífurlega mikill munur á stigum hérna og ég held að þetta voru bara, bara við byggumst við þessum úrslitum. Já, ekki auðvelt verkefni að lengu og ekki fyrir neinni runni að tefla Vigni, ég er nú reynda sjálfur á eigin skinni, þannig að ég held að Vigni sé hrættastu við mig. Já, ok. Ég get orðað það. Já, sáum hvað setur. En já, 4-0 fyrir Vigni í fyrra einvíinu, í seinna einvíð, Alexander Domalchuk gegn Jóhanni Hjartarsinni. Já. Við sjáum það hérna eftir, en við ætlum að fara í stuttar auglýsingar ekki frá land. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Þessi útilega að ferða í hálfgert rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. Go be calling the shots. Ice Guys 2. Gegga. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, verið velkomin aftur, kæru skákvinir og skákvinkonur. Við erum staddir hérna í Arína í Kópavoginum og næsta viðureign er... Það Jóhann Hjartarson. Já, það er alltaf Jóhann Hjartarson, þetta er Alexander Domarsuk og ég er ekkert ægilega spenntur fyrir þessari viðureign. Náttúrulega Jóhann... Hvað er að fara að gerast? Hvað er að fara að gerast? Ég sko, netskák er náttúrulega aðeins öðruvísi en við vitum að Jóhann Hjartarson var Íslandsmeistari í hraðskákinni hér í desember, það er ekki rétt. Alveg rétt. Og þar sem hann meiri segja náði að sigra með 11,5 af 13 og Vignir var einungis með 11 af 13 og aðrir minna og Það er ótrúlegt, banastöðu. Já, algjörlega. Flestir hefur nú veið á Vigni. Já, algjörlega og Jóhann kom og sýndi að hann er ennþá með taktana sína og seinast þegar við vorum inn í stúdíunum að horfa á Jóhann tefla og tapaði hann einhvern veginn skelfilega á móti Símoni. Já. Misti þarna Hrókur H4 eitthvað. Já, veit ekki hvað ég er að segja, en ok. Verið svona aðeins mistakur í netskákinni. Já, nákvæmlega og sterkari við borðinu, en já, þetta er það má svona ekki vanmeta hann, sko. Alls ekki, en fyrir gamla skólan þá er þetta allt annað einhvern veginn að vera, þú veist, bak við tölvu og með eitthvað mús sem þú ert ekki alveg með, þú veist, á hreinu og ég man líka að Jóhann labbaði daginn og sagðist ekki við hafa telt eða hort á skák í 6 mánuði. Já. Og síðan tapaði hann til Símoni og hugsaði, já, ætli það hefði ekki ástæðan, skilurðu, en síðan einhverju mánuði setna þá allt var hann Íslandsmeistari hraðskák yfir borðinu, sko, þannig að þetta er svona allt, fyrir gamla skólan er þetta einhvern veginn allt öðruvísi game, sko, að vera á netinu og vera yfir borðinu. Og við vitum það, Domarsuk, hann er náttúrulega í landsliðinu eins og er. Jú, þó ég reyndar stefna á það að taka hans sæti aftur. Já. Eftir að hafa droppað á landsliðinu. En heyrðu, við erum bara löngu byrjar. Þeir eru byrjaðir. Hvítt er Jóhann Hjartarson. Þetta er franska vörnin, það kemur nú ekki á óvart. Já. Og Domarsuk hefur mikið verið í henni, ekki satt? Jú, og riddar ekki E7 afbrigð með riddar A3 og við sjáum að Getur útskipt í stuttum máli af hverju svartur er ekki að drepa A3? Já, það svörtu reytinir geta verið dálítið veikir, sko, og já, eftir drepi þá mun hvítur fara í árásar aðgerðir út af því að hann er með meira rými út af peðinu á 1-5 og myndi byrja að úða áfram með G4, H4, H5 já. Og reyna að veikja svörtu reytina ennþá meira, sko. Þannig í stuttum máli að þá er ekki þess virðið að gefa hvítum tvípeð út af veikleikunum á svörtu reytanum. Já, sem sagt biskupaparið og svartrita biskupinn, hann er mjög dýrmætur í franskjöfuvörn. Vilt yfirleitt ekki gefa hann upp fyrir rittara. Þetta er að fyrir að sé 2. Þetta er aðeins öðruvísi. Nú var það að passa sig, rittara mátti ekki fara á E7 út af A3, þar sem að biskupinn ekki reyti. En tekur smá tilbaka það sem ég var að segja út af hann leikur A5 en núna ef þú drepur þennan biskup þá mun hann taka þetta með A-peði og fá tvípeð á bjölinni en þetta tvípeð er gott og einhvern getur þú útskýrt fyrir okkur af hverju þetta tvípeð myndi vera Já, svartur fær svona ákveða rými og línu fyrir hrókin á alinu. Ég fekk nota benni svipa stöð upp á Reykjavíkurskápbóndinu einu sinni á móti Timman hafði svart. Ja, 2000 Já, 2010, ég man nú ekkert svona langt aftur í tíman. Já, ég fekk fína stöðu en svona reynslan hans kom á góða nótum það leið á. Og við fengum eiginlega svona svipa á þann að hvítur gat tekið á H6 og gefið svörtum tvípeð ásakið. Nákvæmlega. Og neitar því líka. Og þá þurfa að útskýra líka af hverju, hvað er að frétta þar, af hverju má það ekki? Já, það má alveg. Það má allt bransa, sko. Það má frekar heldur en hitt, að mínu mati. Jú, drápið á H6 er miklu meira hefðbundið heldur en drápið á A3, við getum basically orðað það þannig. En þá mun svartur víkja frá og fara sennilega með kónginn langt. Já. Og myndi ekki vilja vera hjá veiku peðunum sínum á kóngsvæng. Svartur hefur nefnilega möguleikann á því að bæði hróka stutt og langt í þessari stöðu. Já, þess vegna sjáum við, kæru áhorfendur, að hann heldur möguleikanum sem að er náttúrulega styrkleiki hjá góðum skákmönnum eins og Domarsuk að vera sko með góðan sveigjanleika. Ok, biskup B4 hefur verið kaup, er svartur að leika biskup B5 skipt upp á hvítrita, gerir það ekki strax allavega? Nei. Kannski liggur ekki á? Já, liggur ekkert á, svo sem biskupur á E2, hann er bara svona eitthvað að horfa.
setur meiri pressu á D4 og Jú, en svona yfirleitt þá vill svartur nú skipta upp á sem hvítrædda biskupa. Já. Hann svolítið svona blokkar inn að eigin peðum, ekki satt? jú, algjörlega. Í franska vörn þá helsti veikleiki svarts oftast þessi biskup, hvítrædda biskup. Já, það er Og það svona eins og ég segi, sérstaklega í þessu afbrigði, sko. Já. Í advanced afbrigðinu, sem að nú veit ég ekki hvað heitir á íslensku. Nei, menn ég held að minn kallar nú yfirleitt bara advanced. Það er ekki Já, nákvæmlega. gott orð á íslensku, svona Nei. yfir. Það er enginn að kalla þetta framrásarafbrigði til dæmis. Nei, nákvæmlega, þannig að við getum að brugga það eitthvað upp, en ok. Ég sé reynda að brugga það. Já, og já, þessar stöður eru bara mjög erfiðar til Já. að útskýra oft. Já, já, Það er bara mikið í gangi og auðvitað, Kræfindi að báða, dýnum í stjafnvægi. já, nákvæmlega, og þú kannski kveikir á tölvunni og hún segir bara eitthvað 0-0 eða eitthvað og maður er bara, já, ok, hvað þýðir það? En, Jó, hann með mun betri tíma á síðasta leikur Drottning D3 stoppaði biskup B5, þessa auðskipta hugmynd. já, en ég var að pæla, sko, hvort þú gast kannski drepið á D5 og reynt einhvers konar, Dýnuleik. biskup C4 skák, allt í einu egalínan galopnast, en ég sé ekki okkur að virkar, en hérna kemur tvöfald árás frá hvítum og ég er ekki frá því að Dómaldsson misti af þessu eða Það er onni á D5. Hún er D5 og B3, Hann þannig hefur ekki tíma til að leika biskup B5 og Nei. Dómaldsson E6. að hann leikur vantarlega bara riddari E4 og gefur þetta og Gefur peði. og reynir að spila bara upp á, já, nú veit ég ekki, hann er að tapa peði, spila upp á eitthvað. Já. Þegar maður er búinn að gera svona dellu og er að fara að tapa peði, þá allavega reynir að tapa peðinu á bestu vegu og reyna náttúrulega að ok, leikum kongur F7. Jó, hann komið með mun betri tíma líka. Já, og við sjáum að Dómaldsson vill gera hvað, leikur H6. Nei. Var þetta ekki máslip, hann hristi hausinn. Hann ætlaði væntanlega að leika H5 Já. og taka hrókina A8 og kasta um að G8. Það var hugmyndin með kongur F7. Að tengja hrókana svoleiðis. Það var hérna dýru tempói. Já, og þetta er ymmið svona tempó sem þú vilt ekki tapa þegar þú ert ymmið peðið undir og tímið mjög mikilvægur. Já, nú leikur hann H5, við sjáum það. Ok, þetta getur verið dýrkeft. Já, hann vill væntanlega brjóta upp. Ingvar, peð á G4, hvað köllum við það? Hvað köllum við það? Við köllum hann alltaf krók, sko. Já. Krók, hvíta kóngsins, notum við þetta peð til að reyna að opna stöðuna. Opna stöðuna. Já, yfirleitt er þessu krókar svona aðeins aftar, en hann er komin aðeins að framalega. Já, nákvæmlega, og þess vegna, já, við sjáum að enn og aftur að máslips eru... Þetta er partur af prógraminu. Var ekki fræga máslipi hjá Guðmundi Kjartansinni sem að hefði unnið honum einvið, var það ekki? Var það ekki 3-3? Nei. Var ekki vinningur að hann hefði leikið kongutur F6? Nei, það var 3-3. Það var orðið jafntefli þá held ég, ef maður rétt. Já, en allavega þá hefði... Rittar D5 biskup C6, Rókur C7, má hann taka D5 núna? Núna tekur á D5, sko. Rittar D5. Rittar D5, dróðin D8 og ég tek á D7. Teki á dróðin F6 og það hlýtur að vera búið. Já, það er búið. Það er tjaldi og eftir kongur G8 þá er rittar E7. Jó, hann sér þetta ekki. Og kongur H7 dróðin G6 mátin, ok, allavega breytir ykkur máli. Don't worry, og hann er að falla. Chucky er alveg að falla. Tekir á C8, ok, staðan er mjög erfið að svartan peðum. Já, en enn og aftur, ég ætla ekki að vera leiðilegur, en ég sagði þetta seinast, að vera ekki að gefa svona færi. Já. Veist, að klára dæmið þegar þú klára dæmið. Og ég endurtek mig núna, seinast þegar var að lýsa í november eða desember eða whatever. Þetta er D3. Þá var einmitt vandamál hjá Jóa var að hann var ekki nógu góður að klára dæmið þegar hann þurfti að gera og við sjáum að Rókur C8 er bara búið. Þetta er F5 og Rókur F7 mátt í einu reyndar. Jú, sannlega. Þannig að hann tekur þetta í franskri vörn. Já, og Alexander hann virðist vera smá vonsvikinn. Já, hann ætlaði líka eftir hana í miðtöflinu. Já, og ég held líka út af því að núna sko geta tilfinningarna að fara á loft og þetta máslip þarna með H6. Já. Hann er kannski byrjar að hugsa að þetta kostaði hann kannski B5 hjá Jóa. Já, þetta er náttúrulega eitthvað afbrigði. Já, þetta er svona old man chess. Já, þetta B5 afbrigði er búin að vera í tísku sem gæi sem að tefli mjög mikið rétt í sjálfur eða 1 rittar F3. Já. Fyllt upp með 2 G3 og Fianchetto
þá þarftu að vera að vita hvað þú gefa mútið B5. Stoppa náttúrulega svona hefðbundnar Katalan uppstillingar. Nákvæmlega. C4 því nú getur við til þess bara tekið og höfum fleiri peða með borinu. Já. Og... Hver er þetta B4, ok. Já, þetta svona... Alveg leikur líka og svo C5 eitt í kjálfarið. Spurning, já, leikur hann C5 með D5, leikur C5, já. Kemur svona kannski meiri drottningar indverja bragur á það. Já. Munurinn kannski peða B4 versus peða B6. Já, sem sagt, þannig B5 leiks er einfallega það að svartur vill vera að tefla á móti rétti og vera að reyna að fá eitthvað svona færi, sko. Út af því að við vitum náttúrulega að rétti byrjunin, hún er mjög solid, sko, og erfitt að fá færi og menn hafa mjög mikið verið að leitast í þessa átt til að tefla upp á 3 úrslit og ég held að þessi 2 skákmenn eru ekkert svo óhræddir við það að Riddar H4 vantilega að tefla upp á 3 úrslit og það er bara gott fyrir okkur. Útskjöru kannski fyrir áhorfendur hvað það meina með 3 úrslit? Já, 3 úrslit er einfallega það að þegar þú teflir með hvítu þá er mjög dæmigert eins og Vignir kannski, tefla bara Katalan og tefla upp á sigur eða jafntefli. Sem er þá 2 úrslit? Sem er þá 2 úrslit og minnka taphættu alveg gífurlega. En þegar þú ert með hvítt og teflir einhvern veginn svona eða með svörtu og whatever, 3 úrslit einfallega því að það að þú getur tapað, unnið eða gert jafntefli. Þú ert að taka kannski aðeins meira áhættu eða hvað? Já, þú tekur meiri áhættur og við sjáum að Jóhann, hann er að bjóða upp á fleiri áhættur í stöðu eins og þessu. En þá allt í hennu kemur mér í koll að ég held að hann tók mér endar í þessu afbrigði á Íslandsmótinu í hraðskák. Þegar við vorum í toppbaráttu á fyrsta borði og sendi mig niður í kjallara og eftir það sá ég ekki ljósið aftur og náði aldrei að koma mér aftur í toppbaráttuna. Þannig að og það var einmitt eitthvað svona, biskup A6, ég hafði með eitthvað fallega riddar á C6 en Jóhann hann... Já, alveg rétt, hann náði svona að spila í kringum þetta og... Já, mannst þetta þessu núna? Já, og svo braust hann í gegn á drottningavinnum. Já, nákvæmlega. En mér sýnist þetta nú, lítar nú alveg að þokkala út að hvítan núna, eða hvað? Er það eitthvað svona... Biskup G7? Eitthvað svona tálsýn eða hvað? Já, ég veit ekki, ekki viss með þessa manúveringu. Hvítur er með meira rými á miðborði og sem svona regla þá viltu halda sem flestum köllum inn á. Nennar að útskýra það einhver? Eða þarf ég að útskýra allt í kvöld? Halda köllum inn á? Nei, ég er að víblast. En þetta var svona leikurinn sem ég var dálítið hræddur að biskup B5 myndi koma og ef þú ert að leika riddara A5 tilbaka þá ertu búinn að missa smá trompið, sko. Já, hann leikur ekki riddaranum, hann. Nei, sjálfsög ekki. Líka... Tvöfald hrókana. Nákvæmlega, líka drápi á C6 myndi enda í einhvers konar E5. Já, hvítirlega biskupinn hjá hvítum getur það hættulegur. Já. Mér er byrjað að lítast vel á leik eins og hrókur F3. Já. Ég meina... Óvinnuleikur, en ég meina... Athyglisverður. Þú hóta riddaranum. Riddar G4 kannski? Ég leik H3 eða ekki? Riddar N5. Og ég dref það. Biskup N5. Já, og biskup F6 og kannski reyna veikja þessa svörtu reyti. Poti hólunar, já. Nákvæmlega, við sjáum leið og svarti biskupinn á G7 hverfur, þá allt í hennu myndast þessar hólur og F6 og H6 og eitthvað svona máthugmyndir ofta á G7 og þetta. En ég vek athygli einu að Alexander hafa gengið í sama skákskóla og menna borðið Bárður Birkilsson, hann er svolítið mikið tímarhaki og að muna tölvört á tímanum hjá núna, ekki satt? Jú, bara vel gert að sjá það. Nánast heil mínúta. Já, en... Gæti það skipt máli? Já, sjálfsögðu, við erum bara að ræða þetta margoft að tíminn skiptir rosalega miklu máli í hraðskák og já, en ég bara þarf að kommentera á það, en hann er búinn að fórna skiptamanni fyrir biskup og peð. Hann tók á A6, já. Og sem er mjög athyglisvert og við sjáum að núna er riddarinn á C6 ekki að fara neitt nema að fórnin væri komin tilbaka. Stopp með það, hvert fyrir þessi riddar að B6 núna? Já, ég meina... Drottning B7, þá getur kannski komið drottning B3, hinn riddarinn þarf að bakka. Slagur, Ingvar, það er onni á A6, ekki? Já, allt rétt. Drottning B7 að vera onni á A6. Já, hann fór það tilbaka? Fór það tilbaka, en... Hvernig svarar hann E5 svo? Já, hvernig svarar hann E5? Það er ekki drottning C7. Já, ok. Býtu nú, ég skil ekki.
Var þetta besta leiðin til að leysa þetta? Nú held ég það ekki, sko. Og Biskup F4 setur pressu á DSSP sem er mjög hefðbundi í svona Benoni struktúr. Þetta virkaði eitthvað misheppnað, svona í fljótu bragði. Riddar H5 make allt sense. Og hvað? Biskup drifur D6. Ég sé að Dómaldsson er hann svona... Dónaldur Biskup 5, já. Vá! What a move! Þetta er geggjaða leikur. Ég var að pæla hérna... Nýti leppuna. Þetta er briljant. Ef svarta tekur Biskup þá kemur alltaf Dónaldur B6. Nákvæmlega. Og nokkrum peðum yfir. Og ég get ekki séð að Jóhann að vinna peð á C6 og þar með spá ég þessu 1-1. Og sjáum líka ef að Dómaldsson fær að leika B4 og B5. Ég meina, hvernig ætlar að stoppa þessi peðingar? Bara ekki held ég. Nei. Meina B4, B5, þetta svona frekar automatic ég meina býtum. Hann er 2 peð og 2 samstæð. Já. Þetta lúkar ekki vel. Hann þarf að fara í einhverja mát aðgerðir. Alexander er að jafnavendin sem mér. Já. Leikur Riddar eftir og mjög slakur. Valdar, Riddar náttúrulega út á kanti var í fúlum fandi eða hvað sem henni segja. Já, ekki slakur leikur heldur Alexander sjálfur sem er slakur, ekki satt. Bara alveg rólegur. Já, þetta er mjög góður leikur, sko. Já. Þetta er góður leikur. Kemur Riddarum aftur inn í spilið. Hann var búinn að gera sína vinnu á H4, kemur aftur. Ekkert gagna H4. Og Valdar D4 reytin sem að hugsalega svartur ætlaði að leika einhvers konar Biskup D4 eftir skák og hóta einhver kombo. Ok, hrókur A2 svona aðeins að kemta. Skák og hrókur E8. Bara Riddara G5, er það ekki bara fylleikur? Jú, þetta er geggjað. Losna með Riddara og C7, Teki og ef hrókur C2 þá bara B5. Já. Og já, við erum að sjá 1-1, kæri áhorfendur. Svartar hefur ekki tíma til að... Hann vil leika F4 ef hann vill. Takk á F2. Meira þess að. Já, það vinnur allt. Það vinnur allt, það er bara spurningin. Og C7 og Biskup F2 og hvað ætlar að gera? Og átti ekki Biskup H3, hann þarf að passa sig, ekki leika Biskup H3. Það kemur Biskup B6 og staðan aftur í jafntefli. Bara please ekki gera það. Biskup H3, það kemur Biskup B6 skák. Og ég vinn peða á C7. En akkur ekki bara B6? Já, ég bara... Ok, smá úrvinnsla, hann tekur á B6 og C7, ég tekur D6. Nei, það er bara búið. Nei, ég var bara að segja fyrir áhorfendur, ekki leika hana. Það er nú sanns smá úrvinnsla eða hvað? Já, núna leik ég Biskup H3, hvað mennur þú? Já, rétt. Það er bara stöðunni, já, horrir, nei, leikur bara hókur B8, hefbundi líka. Ok. En ég leik C8 núna á drottning, já. Ég vinn bara heilan rók og Jóhann gefur þetta vantala. Já. Og ég hef meira sem búin að skrifa 1-0 hérna fyrir Sasha. 1-1. Já, það er gott að sé ykkur að taka notes því að ég er bara í spjallinu. Herðu, ára 1-1 og... Já, hvitt hjá Jóhann aftur. Er einhver ástæð til að breyta út af E4 í fyrsta leik? Já, sko... Nei, en ég er eiginlega 100% viss að Dómaldsson mun leika einhver öðru. Hann er mjög... Hann leikur okkur E5 eða C5. Það er C5, já. Það er rétt höður. Hann er náttúrulega... O'Kelly, já. Mjög góð félag. Já, ég spáði C3. Riddari C3. Býður upp á D6, D4 tekið og Riddar F6 og fyrir mig í næðdorfin. Já, með svona breyttri leikjörðu, en já, Jóhann fer í aðbreið með G3, þá kannski að valda E4 núna eða hvað? Nei, jú, gerir það. Ég verður núna að viðurkenna að oftast veit ég alltaf hvað er eitthvað að gerast, en já, þetta O'Kelly aðbrið er ekkert eitthvað sem ég skoða alltaf mikið. Ég er neitt að skoða mentalega með hvítu, maður þarf að vita eitthvað. En þá er best að leika C3 eða C4 og... Já, átti ekki Friðrik okkar Ólafsson nokkra skakið með svörtu í O'Kelly, mér minni það nú. Já, ætli það ekki. Ætli það ekki. Hann teldi nú eitthvað víst. Hann teldi alls konar afbrigði. Góðsögnin okkar, já. Friðrik. Já, þetta er bara hefðbundi og kallarnir fara út. Við sjáum að þegar menn eru svona komnir á eitthvað level, þá vita þér að ef þú ert að fara í stríð, þá ertu með sjö kalla og séu með konginn og þetta er bara, eins og Stefán Bergsson segir, það er bara út með kallan og stuttur okkur að, sko. Já. Getur svartur skotin C4 núna? Já, gerir það ekki.
hefði verið Já, Já, ennþá, er þetta ekki svolítið breyki beðastöðuna? Veitu, C4 hlýtur að vera bara Nei, missir af tækifærinu aftur Já, Er ekki C4 bara góður leikur? Ég hefði haldið það. Í þriðaskipti hann náði þriðaskipti. Third time's the charm, þeir segja Series 4, af hverju ekki? Ég meina svartu hann veikir peðastöðuna og fær ritran á C5 og þú vilt alltaf í síkilega verð skipta C-pinu Já. fyrir D-pið Ég er mjög hissa, fjórðisensinn. Fjórið sensinn, látum okkur sjá C4, G5, teki á E2, teki á þarna, ok, tapar Whatever Já, þetta kemur nú töluvert óvart. Ef þetta er rétt hjá okkur, en svona C4 virkaði nú ansi eitraður. Ég meina, Ingvar, við kunum alveg að tefla Ég held að C4 var rétt Já, Hérna, eins og menn vita er alltaf mjög lett að vera bara með tölvun á og þá veistu allt En hérna, þegar þú situr upp í stúdíu og þá hérna, er ekki alltaf hægt að sjá allt nei, við erum ekki með tölvur á þessu hjá okkur. Nei, að sjálfsög ekki Meira svona, En við þurfum að hafa einhvern mannlegan þátt Já, já. í þessu við höfum þetta svona, svo við slettum, organic svona. Nákvæmlega Og núna sjáum við Hrókur B5 og Peða A5 Já, Ingvar. þetta er sérstakur leikur, Hrókur B. Hann ætla bara að vinna þetta peða Já, A5. hann ætla bara að vinna þetta Peða A5 og hérna íta A6 peðinu til A4 sem væri tengt með Biskup C6 og já Eitthvað sem hvítið þurfti að, já, og áhyggjur af. Ingvar, hvað væri að drottning A4? Er það ekki eitthvað sem við myndum meta hættulegt? Ég held að sé alltaf að hugsa út í það. Já, það er kannski ofnið á D3, hann byrjar að leika D4 núna og Svarta þarf að bregðast við því, hefur ekki tíma til að taka A5, hann tekur F3. Og tekur núna A5 kannski. E5 er hættulegt. Já, F5 er bara... Nei, en ég dreip á F3 og ég hóta drottningunni. Drottningunni, rétt. Já, ok. Hann tekur vandar með peði Já, og hann tekur A5. hann tekur þetta bara. Það er bara peði. Why not? Spurning hvort að hann þurfti samt að taka á D4 á miðborinu, okkur, úst, er alltaf þessar pælingar, sko, of hverju gat hann ekki haldið peðin á C5 og C3, Já. bara, þú veist, Hver græði meira því að nákvæmlega, það er alltaf pælingin. út af því að peð á C3, hérna, gæti kannski verið veikt, sko, í einhverjum variantum. Já. En, ok, enn og aftur samt, sko, hann vill einhvern veginn fljúga peðinu til A4, en við sjáum að hvítukallanir eru með 2 vant á A5, Já, stoppar A5 eins og er. og peði flýgur náttúrulega ekki, þannig að hann vill einhvern veginn, já. Já, Svarti geti leikið næst Biskup D8, Já, A4, til dæmis. En þá er spurningin Ingvar, eru nægar bætur fyrir þetta peð? Eða ef þú spyrir mig, þá held ég ekki, sko. Ekki í fljótu bragði, en er hann að reyna að undirbúa að leika D5 í ykkur stöðum? Já, Fá eitthvað mótspil, en það alltaf gefur á móti, þá gæti það gefur eitthvað reyndi eftir. Akkur er Biskup G2? Sko- Já, D5 fyrir D5. Hann er að hóta að leika D5 núna, ekki satt? Ok. En leikur eins og Hrókur E8 kannski bara, það ekki? Valda E7. Já, bara smá prophylaxis og hérna stoppa plan anstæðingsins, þýðir það? Fyrirbyggjandi aðgerir, en D5, tekja D5 og ég leik Hrókutur E7. Hrókutur E7 er D5 5. Það hefði verið slæmt, hérna. Já, en það kom ekki til þess. Ég held að bara þeir sem eru lengra komnir sáu það, en Hrókur C1 og Hrókur C8 Jóhann er allt mjög hefðbundi. Reyna að fá eitthvað færi fyrir þetta peð. Sko, staðan er, ég myndi dæma hana bara að tapa, sko, en í hraðskák, í kappskák væri þetta bara úrvinnsla, þannig sé. Líklega. Biskup D8 núna, Líklega. sé ekki hvað er að því. En í hraðskák, eins og menn vita, getur allt gerst. Og spurningin er, sko, hann er aðeins að kitla hann með drottning A3, sko. Tíminn nokkuð svipaður. Já, þetta er smá, hvernig ætlar að valda DSSP? Ég ætti að meina þá ef Biskup E7 á leiki drottning A5 og A5 aftur þá er komin samanstað á tvisvar, þannig að og Jóhann alltaf leikur örugglega drottning A5 aftur. Ég sé enga ástæðu af hverju hann er ekki að gera það, en hann getur líka leikið Biskup B4. Ja, hann er bara hann er ekki að tefla og jættefli allavega eins og er. Nei, en
örugglega út af drottning A5 þá hefði svartur vantilega ekki leikið. Hann hefði breytt eitthvað til. Hann hefði breytt eitthvað til, þannig að Jóhann Reyndur skákmaður veit það. Og... Ok, núna, já, riddari C4 óþægilegt í einhverju stöðum. Já, og líka góð tækni, skipta bara upp á hrókurum, reyna að skipta upp á drottningu kannski líka. Og láta bara AP decide the game. Já, AP trompið hjá svörtum eins og Já. Series 3. Hóta kannski biskup F1, nei, drottningin alltaf völdu að 7, þannig að meikar breytingum máli. En riddarinn á G3, hann svona... Smá óþægilegt. Riddarinn á G3. Já. Hvert myndu vilja setja hann? D3 eða B3 eða? Hann þyrfti eitthvað aðeins að fikra sig nær svona baráttunni. Já, ég held að mun bara halda hann og reyna að leika eitthvað svona riddari F5 og drottning drepur G7 mát setna mér. Riddarinn Hörvar, Jóhann vantarlega fyrir ekki í kaupin. Nei, fara í kaupin væru dýrmætt held ég. Heldur pressunni. Og sjáum að Dómansúk orðinn rauður á klukkunni og ásamt Jóhanni Hjartarsinni. Og hann er ekki að reyna að finna leiðina, eins og segi, hann vill íta þessi P til A4. Já. And then take it from there. Spurning. Kaupin aftur, drottningin Hörvar. Drottning G5, riddar A4. Heldur áfram að kýtla hann, en það nóg? Hann fer tilbaka aftur, ég sver. En þá kemur kannski drottning B2 jafntefli eða hvað? Já, hann vill jafntefli. Ég veit það ekki. Nei, ég var að tala hvort að chessbóti myndi þrefalda. Akkurat. Frá skákina. Og loksins H6. Ok. Já, tvíeggjað, hann opnaði einn kúnstöðu líka. Nákvæmlega. Sem að riski. Drottning G3. Hóttun, má taka H4, drottning H3 kannski. Biskup D6. Tekið á E4. D6 líka honni, já. Drottning E3, en biskup G5, F4. Taktika gamla. Riddari finnur 6, vinnur mann. Kemst þessi riddar út. Hann ætti að gera það. Já, biskup D6. Tekur A6, biskup C6. Biskup C8. Gamli lætur. Þar á leika biskup C8. Já, riddar B8 líka. Kóngur H2, ha? Nei, hann skilaði þessu tilbaka, maður. Hvað er að gera sérna? Mista bara þessu. Já. Og við sáum svipröðin hjá Jóa að hann gretti sig þarna. En nú þarf hann bara að endurstilla. Og F6. Hvítur hlýtur nú að geta haldið í jafntefli hérna. Já. Fá peð á borðinu. En allt getur gerst. Hann vil skipta upp á peðum. Það hlýtur að vera rétt. Þetta er svakalegt. Já. Þetta fór bara úr klar vinningi á Jóhann. Já, bara drepi á D6 þannig með biskup, ekki taka AP-i. Og þá hefur verið með C5 og E5 reytin frá riddari Daniel 7. Hann náttúrulega hoppar þangað. En nú held ég þetta sé að vera jafntefli biskup fyrir 4. Já, þetta verður jafntefli en... Já, komið tök á þessu. En ekkert vera að skráða það samt, sko, slaka á. Ég mennir alveg spakir hér. Já, ok, flott. En Jóhann, hann, já. Þeim kongið til D6, bætir aðeins stöðuna. Þetta er ekkert endalega búið. Hann vill skipta upp á, biskup B, þarf að vera leikinn. Ef þú dreipur á D5 að þau kemur kongið til D5 og þau verður með tapað stöðalliðinu. Já. Þannig að... Það er alveg trikk í þessu, riddari D5 skák, trikk núna. Biskupin þarf að hörfa. Nei. Bitu. Ok, kongurinn kemst F3, sleppur. Já, hann má ekki taka út að teki og biskup F3 skák hefði stuggað við. En... Ok. Kongur C6. Alexander er búið til smá... Bitu. Hann þarf að leika riddari C7 eða hvað? Hann má ekki leifa drápið þarna og leifa uppskipta... Biskupin er 4. Hann er á náðs. Biskup D5. Biskup D5. Já, biskup C7. Mislingar. Nei, ég tek með kók. Já, þetta er jafntefli. Já, þetta er jafntefli. Kongurinn er E3, F4. Já. Og Dómansúk hristir hans hausinn, hann veit þetta er jafntefli núna. Kongur F4 og bara tekið og... Hann þurfti riddaran út á því að núna verður staðan of static, of lítið sem er hægt að gera. Og fá peð, ok. Og ég held að hann bauði jafntefli. Hann reynir F4 kannski, en þetta er allt jafntefli. Er hann að fara að falla eða hvað? Nei, ok, það segja. Það var nú enn einu vendinginum, en bara að falla. Já, bara... Já, hann er alltaf tilbúinn að... Nei, hann er alltaf að reyna að fara til G5. Hann er tilbúinn að svara F4 með biskup B6. Bitu, kongur B6. Bitu, en áttur biskup C4? Nei, út af biskup D7. Kongur fyrir bara F4, það er ekkert að frétta hérna. Nei. Getur tekið F5 núna. Já. Það er bara einfaldast, hann tekur F5 og við fáum að jafntefli. Fæ ég að skráða? Hæll, þú færð að skráða. Þetta, já. Við förum í
hálfleik í þessu einví. Já, þetta var 9 bara, jafnt. ég bara skil ekki, sko. 1,5, en þokkalega vendingar. Ég meina, já. Já, við bara förum við smá auglýsingarlið Já. og spennandi einví framöndan, seinni hálfleikur, ljósleðarskákin, sjáumst þá. Já, verið sæl. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útinni þetta ferð þig áskettur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Við erum mættir hérna í æsispennandi einvíi, Jóhann Hjartarson og Alexander Tómaldsúk. Staðan, Hilmir? Það er staðan. Það er 1,5 og þeir eru byrjar að fjóra skákinni, ljóslegara skákin. Ljóslegara skákin, já. Við erum ekki að tvínuna við neitt, ljóslegara hraði, bók og undirskvöld. Bók og undirskvöld. Já, Jóhann Hjartarson hefur bara tefnir svona 30 ár, þannig að og riddari BT2 og B6. Þetta er eitthvað lína sem ég skoðaði. Líka hægt að leika C5. Já, hann þekkir nú alveg hugmyndir í þessu eins og segir, telt þetta lengi. Telt þetta lengi og ég hef verið að skoða Bóko Indian, indverska vörn eitthvað og það fælt mikið í bara svona hugmyndafræði og bara svona þekkja hvar kallar eiga heima og plönin sko. Já, Svartar gefur hérna, Svartadal biskupinn gefur eftir parið. Nákvæmlega og hvað hefur hann í staðinn? Já, svona fær smá hraða í liðskipun og síðan setur hann náttúrulega peðin á svarta reyti eftir eventualt E5 in the center. E5 getur komið fljótlega og nánast öll peðin á svartum. Já, þetta er bara svona smá svona sama. Nákvæmlega, þetta er smá svona litaraðgerðir sem að hann þarf að gera, sennilega bara út af því að hann gefur upp Svartadal biskupinn, tapar smá reytum þar og stillir síðan peðanum upp. Svo reitt sem að Svartar hefur oft í bæði Nims og undirskuvörn og Bók og undirskuvörn, hann hefur svona ákveðið valda á sem E4 reitt, ekki satt? Nákvæmlega, og það er meiri sér hugmyndi með riddari E4 og leika síðan Finnur 5 og Hrókur F6, en já, hann er náttúrulega búin að leika Hrókur E8, en það er oft mjög skemmtilegt. Já, og ef þú kannt ekki að verðast á móti, þá sko, lendur oft bara í einhver skona máti sko, á G-línunni. Já. En sterkur skámæri svo Dómaldsúk kann örugglega bregðast við því þannig. Já. Hér er já, það er náttúrulega ein hugmynd líka oft í svona stöðum, það er hjá Svörtum að breyka með B5, það var kannski ekki alveg tímabært. Nei, nákvæmlega. Reyna að veikja þetta D5-peð. Já, í þessari stöðu hér þá ertu með þessi tvö options, það er að tefla annarkvort eins og Jóhann hér og breyka þetta upp með Series 6 og vitum það mátti ekki bara leyfa fítum að vera með allt rýmið, þá myndu kapna á endanum og eða þetta sem ég nefndi áður fyrr með riddari E4, F5 og Hrókur F6. Ok, Hrókur C8, ætlar hann að taka D5 og reyna að opna C-línuna, er það ekki hugmyndin hjá honum? Jú, algjörlega. Hann vill dreipa á D5 sko, þegar að hagnast honum sko. Hann er alls ekkert að flýta sig með það og við sjáum að D-peðið dreipur C-peðið, það er einhvern veginn er ekkert endilega alltaf best fyrir hvítt sko, út af því að hann vill halda þessu stóra peði á Daniel 5. Já, getur útskýrt fyrir okkur í stuttu máli af hverju hvítur hreyfir helst ekkert þetta B-peð, B4-peðið, af hverju dreipur hann ekki A5 eða einhver B5? Nákvæmlega, C5 reyturinn í Bóko og undirskuvörn er mjög mikilvægur og við sjáum að B-dreipur A5 væri bara ömurlegur leikur út af því að riddari myndi fá frábæran reyt á C5 og hann er svona smá að kolkrabbast þar, valdar einhverja 8 reyti og er líka, myndi ekki geta verið stuggaður af öðru peði. Hrókur D1, aðeins á A-línunni og Alexander fer undan. Já, Hrókur D1. Hvað finnst þér það einhver? Já, af því að nú Hrókur A7 skemmtilega leikur af Jóhanni, ætlar núna að fara með drottninguna A8. Nákvæmlega. Biskupur H2, hann lúrir, hann er svolítið úr leik eins og er. Og þú vilt ekkert endilega leika F4, en... Leikur því? En gæti komið sterkur inn seinni í skákinni, þessi biskup samt. Nákvæmlega, ég var samt að fara að segja, þú veist, ef þú leikur ekki F4, hvað ætlar þá að gera? Já. Ætlar bara að leyfa, hann tekur, en nú ertu Svörtum að tvöfalda A-línunni og svona. Aðeins eftir hennan E5 reit. Já, það væri mitt að, þú veist, já, það er svona the downside, sko. Svartur reynir kannski að, já, koma þessu riddar E5 leikur, hvítur riddarinn í helmingur drótning G3. Sem er fesku leikur, eða? Jó, setur á D6 og H6, ég misti nú að þessu. Segjum að Býtu. Já, ég ætla að segja, hvað gerist ef við tekum á F4 þá tek ég væntanlega og tek á H6 en að taka á get tekið á C6 líka? Ég get líka leikið Býtu, ég tek á C6 Býtu, okkur leikið ekki Biskup F3? Hann er að hugsa út í það? Já, Biskup F3 fyrst. Nei, Býtu, okkur leikið ekki Biskup F3? Já, nákvæmlega. Og þá hefði verið D-dreipur C6 hugmyndir. Rétt. Ég var ég skoða þetta öfut, D-dreipur C6 og svo Biskup F3 og Biskup F3 fyrst hlýtur að vera sterkari. Já, en þá hefði hann dreipað á C4 en þá hefði ég skipt yfir í árásina held ég. Já, rétt. Og það hefði verið svakaleg dýnamík út af að eftir D-dreipur C6 það hefði D-línan opnast,
DP mitt fattar með hrók og eitthvað fleiri hluti vantarlega, en Já. ok, skulum Það voru margir möguleikar, hann gætt líka bara tekið beint á CSS og hrókur upp í DS6. Tefnir þetta svona, Kóngur H2 Já, tempoleikur vantarlega hótaði biskup H7, vinna drottninguna, Nákvæmlega. Jóhann Hörvar. algjörlega, hann þurfti að hörfa augljóslega, en núna fellur DP og mér líst ágætlega á Já, stöðu hvíts, eða mér líst mjög vel á hana. skjótum við inn í D-tripi CSS og tökum svo DS6, eða hvað? Já, hann er eitthvað veltaði fyrir sér. Það er málið að sko, þú ert líka með hrókur F1 hugmyndir sko. Jú. Þannig að þá er spurningin, ef þú tekur á CSS strax, þá opnast biskup svart strax. Þannig að þess vegna er dómursug enn 27 sekundur á klukkunni. Allega tímamunur. Og það er málið sko, Jóhann teppir alveg frekar hratt. Sko. Já, hann svona tepplir á svona jöfnu tempói. Já, hann tekur þetta svona, hann vil tepplir á tíma, setur úr D5, hrókur F1 og hann ætlar að fara all in. Mér líst vel á það, biskupapari, opið borð. En ok, hrókur F1. Nei, tekur tilbaka, ok. G5, bara eitthvað slíkt sko. Já, þá ætla ég að reyna... Ég hlýtt ekki að tekja núna D5. Þá ætla ég að fara að hóta þessu FP með P á D5 sko. Þegar þá er biskup D5 ekki að valda F7. Eitthvað svoleiðis ekki. Eitthvað svoleiðis. Leikur bara biskup B1, slagur, en hversu sterkur er drottning D3 hótun? Áhugavert. Drottning D3 er hótun sem hótar biskupum og máti. Já, við sjáum að svartur er FP-inu yfir, en hvítur með biskupapar og mjög lítið að peðum á borðinu og það þýðir það fyrir biskupaparið að þeir náttúrulega fljúa út um borði og skoða mjög mikið að reytum. Jóhann þarf nú að finna reyt hérna, að leik segi. Hann leik biskup E6 já, það kemur D3 hjá Chucky. Það er að leika G6 dróðing hásju hefur verið mát. Og já, ég hefði verið hrifinn að því að leika kannski hrókur F1, en hann vill núna fara og kíkja á svo svörtureiti. Já, og hún er H6 eins og er. Valdara, nei, Valdara ekki. En það með betur tíma leikur H5. En já, hefði ekki verið sterkt að vera búin að leika skjótinn hrókur F1. Jú. Þegar núna ætlar hann að fara að hafna og leika hrókur F1. Já. Þú verður að aktífera þess að kalla, sko. Hrókur A1. Hrókur A1, mér líst ekkert á það. Er ég ekki með eitthvað biskuptripu G6 hugmyndir, eða? Má vera, ég hlýt að þurfa að fara svarta reit, drottning D4 sleppa það ekki til, eða hvað? Nei, fyrir G7, annars er kannski biskuptripu G6, mögulega verið hugmynd. D5? Já, nei, ég það ekki. Mér líst vel á stöðu hvíts. Hangjarar blóðfræði. Já, drottning á G7 er, og fer bara í endataflið. Vittu nú við, drottning D4, hvernig svarur því? Drottning D6? Ég meina drottning D4 setta tónin. Þetta er aftur, sko, drottning, þú veist, áðan, drottning G5 reyndar S6, það var taktík, þetta var bara kall í hafið, sko. Já, þetta bara kall í hafið. Þannig að eftir drottning D4, það worst case hefði ég getið leikið drottning F4 og valda báða biskup F4 vinnur annar mann, sko. Já. Já, hann sá þetta var líklegast bara síðast að trekki, ef hann sér ekki að drottningin óni, þá vinnur hann skákina. Já, þetta er svona hefbundi. Svona, já, svona dirty trick, svona slettum. Já. En það má. Þannig að Jóhann vinnur ljósleðaskákina. Þetta var sterkt. Mér leist vel á þetta á hvítum. Já, ég er nokkuð sem að hann var með góða stöðu í tölvunum. Já, nákvæmlega. Klárt mál. Þetta alltaf þessi staði henda mér alveg svakalega vel. Já, tíma í staða, hættulegar hótanir. Nákvæmlega. En 2,5 fyrir Jóhann, fyrir ekki 2,5, 1,5, hann er vinningi yfir. Já, og við sjáum enn og aftur. Chucky breytir enn til, við förum í E4, F5 og ítaskalíkin. Já, og D3 fer ekki, já, alltaf að leika H6, D6 og G6 eða G5. Já. Þetta er eitthvað system sem mennur að tefla, reyndar C3 er eitt af aðalínunum. Já. Og hér skiptir hann yfir biskup C5. Jóhann náttúrulega hefur telt Spánverðan svona lengi og það er svona ákveðin líkitt oft með þessum byrjunum. Jóhann er góður í þessum stöðum. Já. Þetta er líka solid. Já. 4 riddaratabl með ítalska. Byrjaði sem ítalski, fór yfir í 4 riddaratabli og eftir D6 þá er riddar A4 aðaleikurinn, ef mér skjáttast ekki. Og fáum mjög svona lokaða stöðu og þetta er allt öðruvísi svona
held að þróun þessara skákar mun vera allt öðru í sig heldur en hérna frakkinn og síkilegavörnin sko. Það mun vera miklu rólegra. Tekur hann á B6, hann gerir það. Já, og leikur síðan örgulega, já, hann vill leika H3, en þá hefði G5 komið sko. Já, þá býr hann til hennan króksjónundur á hann. Nákvæmlega. Og biskup E6 og hérna, já, þetta eru svona aðeins leiðilegri stuður, svona minna að gerast, en hérna fínt bara fyrir Jóhann. Ég menna jafntefli, minnum að það 2 jafntefli myndi enda hérna einvíð, þannig að... Já, Jóhanni vantar vinning til að klára dæmið. Jú. Já, þetta er svona rólegt eins og þú eiginlega svona varst búin að spá. Stöðu barata. Svarta staðan nokkuð traust. Ekki það miklar ágjur. Já. D4, já, hann þarf að gera þetta fyrir að síðar, annars myndi svarti bara byggja upp að kóngsvæng. Myndi maður halda aflífni til dæmis. Og, já, útkymur þetta fyrir árum en ferðina, en þetta tvípið þarna var ekki lélegt því að þau voru ekki stök og þau voru líka í miðjunni. Þannig að þess vegna, ef að menn að velta fyrir sér af hverju myndi Jóhann leika D4 og tæknir þessi losna við þetta tvípið svarts, þá var einfallega út af því að þetta tvípið er ekki slæmt. En við sjáum bara fullt af uppskiptum og hvernig er þetta endatafli eiginlega? Ef hann tekur rauð með rittara og drottningakaup, spáðu því? Já, en þú veist, það er drottningakaup hvort sem er sko. Já. Þannig að þá er spurningi hvernig er endatafli. Heldur 2 rittarar með borðinu. Ég held að það sé sniðugt út af því að Dómsjúk, hann vill helst vera að vinna þessa skák. Hann vill ekki vera að búa til þá hættu. Vissulega. Jafntefli er ekkert hræðilegt. Nei, það er ekkert hræðilegt. Þetta skák upp á einvíð. Nákvæmlega, en þú veist, svona... Hún myndi líða betur ef að Jóhann myndi þurfa 1 vinning en ekki hálfan til að enda einvíðið. Það var einhver smá hausfristingur hjá Alexander. Er hann óanað með eitthvað? Ég myndi nú ekki halda það. Nei, bara rittara B6 á leiðinni. Já. Og já, út af því að þú verður að stoppa hrók á A8. En hann getur sennilega komið til A4 líka. Er ekki svartur með svona skemmtilegri möguleika? Jú. Kongur getur verið góður á E6. Þú varst að hrókur A4. Hrókur A4, rittari B6 til C4 og hérna og út af þess að leika A3 þá er það leikur B3 og þá er þetta AP ógeðslega veikt. Já, er ekki svona alltaf aftengist. Dýnamensku möguleikarnir svona aðeins skemmtilegri svartum eða hvað? Sko, rittari C5 alltaf kannski að kýtlar á B3. Auga með B3. Biskup seris 3. Reyndar hún í E5 þarf að... Já, var ekki bara best að leika kóngur F7 þarna? Mögulega, og bara hendur hann með E6. Hendur hann með E6 og síðan fara í ykkur aðgerðir. Ég held að það hefði sennilega verið best. Já. Út af því að núna ert að fara áfram en þarf einhvern veginn að fara líka tilbaka. Þannig að frekar að vernda plönin og síðan gera þau setna. Síðan fara fram, já. Karpa hefði alltaf farið í kongur F7 E6. Já, það er bara ákveðið ræðtækni. Valda beisinn. Og við vitum að í endatöflum þó að kongurinn hefði farið á E6 miðjunni þá er engin hvítrundur biskup, það er engin drottning, það er ekkert neitt svona. Nei, og við völdum allar riddaraskákir. Nákvæmlega, og leikur þessu núna sem að er sem að virkar út af riddara D3. Clever. Aha. Já, átti á því, Ólafur. Það er rétt, hann átti... En hrókur D5 á leiðinni, sant? Riddara D3 einhverju stöðum, en þetta er smá óþægilegt kannski var hann er að fara tilbaka. Krútt á yfir sig, eins og ég kallaði stundum. Já, hann er að fara eitthvað tilbaka núna. En hrókur D4 þetta er bara F4 eða hvað? Jú, eins og er. Já, en þá tripp ég á B5. Aha, hann tekur á E5 og getur skákað D5. Vinnur peðið ekki? Jú. Og Dómsjúk mista þessu, hristir hausinn og sjáum enn og aftur tíman. Er hann að missa þetta niður yngvar? Mér sýnist það. Ef hann hefði farið beint í þetta með konginu E6 og riddar hann að B6 eins og þú lendir, þá valdar hann allar reytina og hefði ekki að lendi í þessu. Já. Riddari C5 var bara vitlaust plan. Hann átti frekar en að vera fljúa til C4. Nú er svartur bara að tefla upp á að bjarga í aðtöflu. En gleymið þið ekki að Dómsjúk hefur gríðarlega reynslu að halda hróksendöflum peðundir. Ég veit ekki hversu oft ég sé það í kasskakum hjá hann. Já, og það maður náttúrulega gera með bakgrunn. Við vitum að
úkranískir og rússneskir skákmeistarar, þeir eru rosalega góðir í endatöflum og við tölum oft kallar þetta bara gamla sovjerska skákskólann í rauninni. Nákvæmlega og hann hefur augljóslega verið í 1 eða 2 kennslustundum þegar kemur að hróksendatöflum og ég man að ég hélt ekkert til mann hróksendatöfli á móti honum í einhverja 3 tíma. Ok, hérna engin hætta enn. Skiptar hann upp á peðum en á móti hann búin að gefa Jóhanni 2 samstæð frípeð. Gæti það ekki verið svolítið dýrkeypt? Þessi staða töpuð á háu leveli, ég myndi segja það. Já. En þetta er hátt level. Já, þetta er hátt level. Ég var að tala um tölvu skák, þegar þú setur augað á þetta, sko. En býrtu mótspil, þarf að gera það. Augað er sem sagt tölvuforritin, þetta er gamall frasi úr skákskólanum, byrju, C5 eða eitthvað? Og hrókur C4 og B5. B5 skipta bara på öllu. Og þetta er bara jættulega ekki. Teki og ég tek á F3 og ég þarf að halda aftur. En geti leikið hrókur B5, A2. En það er ekki óþarfi. Það er alveg shaky, sko. Óþarfi að leifa þessi peði að salda hann á A2. Var Sasha, eins og kallar mann Alexander, var hann að finna mótspil til að mögulega halda þarna, eða hvað? Og Jóhann Grimmur leifir þetta. Hann leifir þetta peð, ætlar að leika hrókur A3. Já, en ég leik hrókur C2 og eftir teki. Ok, whatever. Þetta lítur að jættibli. Ég er svo nei, núna held ég þessi tapa. Hrókur C3. Getur skákað C3 og tekið A3. Sniðugt. Getur nú ég komin í einhverja... Ok, sko, þessi stað ætti að vera jættibli. Já, við náum ekkert að koma þessi peðum áfram. Því hrókurinn er fastur, nú þurfum við að ná peðin, þá falla hinn peðin. Þarna og jættibli. Ok, hei, en hann tapaði ekki eftir riddari C5 sem var ónákvæmni. Já, algjörlega. Já, ok, þið tefluðu áfram strákanir. Nei, ok. Nei, ég ætla að segja. Já, ok, en nú er staðan klár. Alexander hefur hvítt og hann verður að vinna. Þá fáum við bráðamanna. Og mér finnst þetta oft frekar svona, veit ekki, núna byrjar að hugsa. Þú getur alltaf ofhugsað þetta núna. Er ég að fara að tefla eitthvað mjög skarpt? Já, hvítur eða svartur? Já, hvítur væntanlega, hann þarf að vinna, skilurðu. Og svona must win skákir, þá fer maður svona að velta fyrir sér svona hlutum sem maður veltir ekkert endilega alltaf fyrir sér þegar þú ert bara eins og að tefla bara fyrstu umferð í einhverju móti og með hvít og bara þetta blir alltaf leið, skilurðu. Já. Þannig að hann fer í enska leikinn, þetta hér. Hvítur tekur á svo tvípeð en færist það en biskupparið. Þessi lína með 5E4 eða 4E4 hefur verið ágætlega topical. Það er svona vinsæl. Það hefur verið mikið af svona skákum hér undanfarið og við sjáum að Alsen hefur verið hrifinn af þessu línu svona. Nákvæmlega. Gegnum tíðina. Og já, það sem að Alexander náttúrulega leitast af ef hann tefla til sigurs er einhvers konar ójafnvægi og við sjáum að peðastruktúrin betur við C3 fyrir biskupparið býður upp á þessi ójafnvægi sem hann þarf. Já, og svartur getur, hvítur getur svona líka að teka sér tími að byggja upp stöðuna. Já, H6 fer tilbaka væntanlega. Það ekki að flýta sér og kannski reynir með tíð og tíma að byggja upp með því að leggja kannski F4 upp tíman. Nákvæmlega. Og sjáum að staðan er lokuð sem að býður upp á svona fleiri manúveringar og menn þurfi ekki að vera að flýta sér alltaf mikið. Þannig að hann leikur þarna, hann vildi að H6 myndi koma á borðið því hann ætla kannski að nota H6 peði sem fórn eða eitthvað slíkt seinna mér. Já. Leikur H3 og vill vera að leika riddara H2, einhvers konar combination af hrókur A2 þó að, nei, ok, fer ég eitthvað allt annað plan, leikur G4 og við sjáum að það er að nota hann krók. Já, en þetta er kannski staða þar sem að tíminn skiptir kannski ekki höfumáli en við sjáum samt Jóhann getur bara að gera núna því að hvítur er að blása til slóknar. Já, nákvæmlega. Já, þannig tími. Ég held kannski að tala um klukkuna en við sjáum enn aftur Jóhann heldur betur tíma. Mjög stöður og ég held að G4 sé bara vitlaus hugmynd.
Búin að veikja svolítið F4-ritin og við Meina- erum G5 og svo rittara F4. Já, rittari G5 og þú drepur það og tekið með peði og Peði. þú ert aldrei að fara að breyka neinstæðar og það væri bara, Múrar þennan F4-rit, sko. já, múrar F4-ritin algjörlega rétt hjá þér og Ok, hann stoppar rittara G5 og D2. já, játar sínum mistökum og fer, já, meina, hann eitti heilu tempóð þarna einhver. Jú. Fór til E2 og síðan til D2. Ekki máslip, annars hefur En, við séð það á sviðbröðum. Hefur nú alveg staðan, já, hún er svolítið lokuð, menn geta kannski tekið sér smá tíma annar verið ekki núna, eða hvað? Já, ég veit ekki, ég held að planið hefði verið að reyna að leika F4 frekar, sko. Já, mér fannst það svona... Út af því að, þú veist, peðin eru líka hvað sem er á... Já, ég fannst það líka rökrættara. En ok, hann er búin að leika G4 og þá er þetta svona langsóttar að koma þessu F4 plani af stað. Já. Og bara ekki jafn gott. Þannig að hann þarf að fara að finna einhverja aðra leið. A5, hann bara loka búðuna á dronningaveng. Próku Yates sennilega. Menn hann þarf að fara að gera eitthvað. Sjáu tímamunin. Já. Það er að 30, já, hann er þetta undir mínútu fröldlega, Alexander leikur þetta H2. Já, ég held að Dómarsjúk veit ekki, hann kannski hann ekki búin að átta sig á því hversu hratt Jóhann er bara að tefla á, síðan er hann bara að lenda í tímarækki og oft ef maður er bara svona einbeittur þá Biskup DS4, ok, hefur augum A4-pjöðinu, er hann að hugsa einhverja mannaveringu, reyndar að G5 til E6 kannski? Já, myndi lúkka pretty good, sko. Ná, betra valda á sem F4-rit. Nákvæmlega. Grunar að það sé hugmyndin. Kemur aftur að því að G4 var sennilega vitlaust. Já. Loksins fær hann að leika D4. Hann gat ekki leikið D4 alla þessi leiki út af því að Biskup drepið C4 var onni. En Biskupin bakkaði, þannig að þetta er allir náttúrulega möguleiki. Og hann vill algjörlega nota það. Jóhann, já, hann vill náttúrulega... Hvítu vill eiginlega halda þessum peðum svona. Hann vill ekki leika D5 sjálfur, myndi ég halda. Mögulega kannski vill hann sjálfur leika C5 eftir hann. Þannig að spurning hvað Jóhann gerir núna. En þetta ferst líka bara í því hann leikur þetta G5, já. Ok, ég átti smá von á D5 þarna, en þá hafði Jóhann kannski bara já, skiptum plan, en hann leikur C5 meiri dýnamík í því, reynir að opna stöðuna en með biskopaparið. Já, ég ætla að segja ástæðan okkur að svartur drap ekki á D4 var þetta því að felst í því að þegar þú ert að keppa móti biskopaparinu með riddaraparið og whatever að halda stöðunu lokari. Já. Bara mjög einfalt. Og líka leið og peði fyrir E5 að þá getur hvít nákvæmlega, og við sjáum einmitt Alexander Dómarsjúk gera einmitt það öfuga. Hann er að reyna að opna stöðuna. En nú er hún í E4. Nú er hún í E4. Hvað stöðu því? Leikur bara F3 og boxar þetta allt og reynir síðan að leika C4, C5 og hótar á A5 og rókur F1 kannski. En hann þarf að fara að leika. Eldrauður, þetta er allt. Hann þarf að fara að leika. Allt of hæg tíma. Hann boxar þetta bara allt og segir bara ok, ég ætla bara að lifa á Kongsvæng og núna reyna að setja á DP og leika C4 og setja á AP og reyna að losa ykkur út í þessu, en það lúkar ekki það vel, sko. Ok, Jóhann á leikinn, hann er langar að leika rittar ESS en DSS peður honni. Hrókur B8 kannski, ég veit ekki. Biskup B6 þá kannski leikur. Hrókur Bjarni 8 til að stoppa Biskup B6 og svo hinn hrókinn á D8. Ok. Hrókur B8 var leikið vendalega Series 4. Held að hann með plan mitt, en þá áttu kannski Hrókur B4, já. En þá leikir C5. Þá leikur C5. Og ef þú dreipur það, þá myndi koma Biskup B8, C4 og hinn hrókinn á D8. Það var hún í A5, sko. En ok, hann vill fara með rittan til F5. Make a sense. En byrju, var ekki hún í F3, eða? Halló? Jú. Það hefði losað við meira þess að EP. Já. Ég held að Dómarsjúk fatta það. En þetta er ekki neitt, leiki ekki bara... Leiki ekki G6 bara, ef þú tekur hásins kongur G7 og rittar náðingar rétti. Og ef þú tekur á D6 þá ertu í hættulegu pinni, sko, og rittar ekki leppun, kannski má það, sko, en... Ég held ekki. Myndur þú þóraði? Ég myndi ekki þóraði, sko. En leikur D5, en ég skildi ekki, hann átti að vera búin að leika C4. Ég held að Jóhann sé komið með þetta núna, hann ég held að já, líka næstu menn að standa vel 6 sekúndur eftir sér rittar F4 frábæra og tíminn. Já, það er líka tíminn, sko. Það er alltaf að falla hér. G6 lítur að koma og dripp á G2 og síðan á ég kannski eitthvað svona hróku D2 og dróðum F3 og eitthvað svona. Já, alls konar.
Sko ég er að pæla G6, Ritter fyrir H6. Ég ætla að taka á G2 og það hefði verið onni á F3 með mjög stórum afleiðingum. Jóhann reynir að hafa þetta bara örugt. Drottning D8. Já. Er hann að spá í nei? Já, ég er ekki alveg að skilja. Þetta G6 var bara búið, sko. Já, en ok. Jóhann er með ágætis tök á stöðunni þrátt fyrir það. Já, náttúrulega þetta setup... Ritter hann D6 reyndar, ok. Já, mótspil. Þetta setup, biskup G2, H3, G4, F3. Þetta er bara hryllingur að sjá. Þetta er alveg ekki það sem við vilt vera að gera við biskupinn. Ok, nú er hann á F7, hann valdar það með kongur G8. C5 valdar riddarann. 5. Erum við að skjóta inn í að taka A4 eða er þetta bara P sem að skipta litlu máli? Litla frekar, já, setja á biskupinn G2. Meira svona dýnamíku því. Já, nei, bara hrókutur með G2 og biskupinn F3. Og þú ert ekki að valda. Þú valdar ekki út af því að riddarinn á F4 hvarf ekki. Þannig að drottning F5 valdar ekki F3. Og Jóhann hlýtur nú að sjá þetta. Hann er bara strax undir sjálfur, hann sér það ekki. Og dreipir strax á E5. Tekja H3 og B2. Hann er að klúðra þessu. En tekja á G1 og tekja á F3 og hvað? Nei, hann er bara mann undir, hann klúðra þessu. Hann er til reyna vinning. Skák og skák á B1, flott. Hann er mann yfir, hvítur. Ég veit það. Ég veit það, einhver minn. Tekja hérna skák hérna. Hann tekur ekki jættfili. Nei, og fyrir til F5. Hvað er að gera þetta bara kóluna og skák og er annað kall honni? Já, þá kemur skákinn á eginum, kannski þráskák. Það hefði verið þráskák, já. Bakkar, blokkar þetta, vel gert. Tekað með peði, valda C5 peði og C5 mun vinna þessa skák fyrir dómalsjúk. Og 3-3. Skák, hann á drottning D6. Nei, það var jættefli. Bakkar bara alveg til D2. Og menn er á hlaupum hér. Veit ekki alveg hvað þetta snýst en... Já, það er enginn á hlaupum, Ólafur. Já, það heyrði smá. En allavega drottning C2, E5, hótabiskup E4 og C6 og vá. Þetta er algjörlega búið. Þetta, bara hrókutur upp G2 þarna. Já, það var bara búið. Það var búið. Teki og bistur F3 og þú hefur bara unni kall. Jó, hann búinn tefla nefnilega fína skák. Já, bara tefla það mjög vel og núna kemur skák hérna, drottning F8 á biskup H7. Og hann gefur þetta. Eftir drottning F8 kemur biskup H7. Segir bara takk til biskupinn minn, en ég mun taka drottninguna og 3-3, Ingvar. Og við erum að fara í... Það er bráðabanni. Sennilega fyrsta bráðabanna í þessu móti. Já. Hörku spennandi. Við verðum eiginlega að leyfa þeim svona aðeins að anda strákunum. Ef við að taka snögt auglýsingarhlé og svo fáum við bráðabannan. Ekki fara neitt. Ekki fara neitt. Alls ekki. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Þetta er útilega, þetta er að ferða þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapplaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Æja, við erum mættir, við erum að fara í bráðabana 3-3, Alexander Dómaldsuk og Jóhann Hjartarson og staðan bara þannig, svo sem vinnur næst, hann vinnur enn við. Algjörlega, við sáum hann að Jóhann var bara með yfirbúra stöðu, bara tefla bara frábærlega vel. Mjög skemmtilegt það maður. Vissulega algjörlega hvað hann var að gera, G4, vitlaust plan, bara var jarðaður á svörtureitunum eftir að hafa veikt á ennþá meir og síðan bara kom svakalega snúningur, allt í einu drottningdrepur E5 og hann ætlaði bara að fara að máta hann og þá allt í einu hékk á Bjarna 2 og hrókur í hafið og Gleymdi sér aðeins og gæti verið dýrt, en gæti verið mjög dýrt. Núlstilling, bráðabanni, Jóhann hefur hvítt í fyrri skákinni, eða ekki fyrri í þessari skák. Og hann vinnur enn við búið. Fer í frakkan. Ef við jafntefli, þá förum við í aðra skák þar sem að litið til snúast. Og þetta heldur áfram bara þanglega einhver vinnur, mjög einfalt. Já, mín vegna getur alveg verið í klukktum viðbót, en... Já, nei, ok. Þú orkuð það, ég fekk mig kollab til öryggis. Já, maður eitthvað að reyna að sofna eftir kannski, en freistandi. Svefn er ofmetinn. En þeir eru komin hérna, í frakkan. Takk, Dr. Ingvar. Svipað og áðan. Og Biskup D3. Já, við sjáum hér að það er alltaf svona smá hitt og þetta. F5, hann gæti tekið mér ryttar líka. Já, hann gæti þetta ekki áðan út af því að Biskup F5 er skotin inni, en áðan var CWD komið og þá ef Biskup D3 hefði hangið. Það meina í fyrsta skákinni í innvíðinu. Já. Svo áhorðu sem meður, Hilmir. Já, fyrir ekki. Ég festundum allt og langt fram úr mér, en hvernig þessi struktúr hér, mjög aldrei verður, ég skoða þetta eitthvað. Já. Ég hef nú telt þetta og það er með þess að til heil bók sem að Espen Lund nokkur skrifaði það sem að mikið fjallaði þetta afbrigði. Já, og þennan struktúr, já, og ég var einmitt að fara punktaða niður að G5 og F4 er einhvers konar rímatök sem að Svartur vill gera, sko. Ákveðin svona tapía í þessum stöðum sem að þetta er nú rússarnir kallaða svona típiska stöður. Nákvæmlega, og með stefna á. Og þetta felst eiginlega því að hvítur spilar væntanlega upp á rýmið sitt á E5 eins og hann gerir alltaf í advanced frakkanum. Já, ég held að mér líst bara ákveðt á svörtu stöðun eins og sko. Já, eða þú veist, þetta er bara dýnamist jafnvægi, sko. Já, en sem frakkarskákmaður, ég er ánægður nú hvítréttabiskupinn fer að vakna til lífsins hjá svörtum. Sem frakkarskákmaður líka, þá get ég líka sagt þér að hvað þessi riddar að gera á A4? Já, hann er einhverjum leiðangri, maður. Leiður hann maður að lifa maður hverða. En ég er ekki að dæma, hann má alveg vera þarna. Já. Það er hans val, en þetta er kannski ekkert gott val. Já. Veistu einhver? Já. Ég veit ekki, við þurfum að ræða hans meira skák, ekki lífið, sko. En drottning D3 að borði og við sjáum að Svartur á ekkert að vera eitthvað óendalega hræddur við það að stuttrókra bara. En þetta er það sem þetta felst í basically er að flýgur þessum peðum upp og síðan viltu B5, en nú kemur hvað riddar A5 og C4, ég er bara mjög hrifinn. Já, ég er mjög hrifinn af þessu líka og ég er ekki frá því að tekið hrókur C1 og ég fætti D7 og B-peður eru veikt. Já, og ég get alltaf blokkað allt með riddari C4 sem er valdað af peði og biskup E6. Biskup kemur á F5. Og Dómaldsuk er basically bara að fá allt sem hann vildi í þessu stöðu. G4 möguleiki, þetta er mjög erfitt að kvita nú, við sjáum líka loksins er Dómaldsuk með betri tíma. Nákvæmlega, og bara grínlaust, þetta er allt sem að Svartur myndi vilja fá í þessum struktúr, Biskup F5, E-drep F5, sem er stór tapja í advanced frakkanum og ég get ekki séð betur að stuttrókun sé góð leikur út af því að, jú, P er á G5 en hún gáða því að Svartur er líka með 4 P fyrir framann kónginn og það er ekkert allt og létt að vilja þau niður þannig að riddararnir 2 sjá við hér á borðinu og hefðbundast bara stuttrókar að reyna að nota sjélina eitthvað, eða ekki? Jú. Sko, út af smá miskilningur hér oft er að bara því að ég kom með P og F4 og G5 að því er ekkert endilega að ég sé að fara lengra en ok, hann fer bara á móti öllu því sem ég sagði og leikur G4. Eitt í viðbóti í þessu svarti kóngurinn getur líka leita skjóls á D7 með þarf. Já. Fyrst hann fer svona freka fram með peðin en geti jafnvel stuttur okkar þá líka.
En, já, ég hefði örugglega stutt okkur og telt þetta aðeins rólegra. Já. En, ok, sitt sýnist hverjum eins og ég segja og ég held að G4 sé ekkert endilega slæm hugmynd. En samt slæmt að leika eins og G4 og fara síðan að hugsa í einhverja 30 sekundur eftir það. Já. Þá sýnir upp á óvissu. En Biskup G5, já. Og A4. Og já, Biskup A3 að koma. Þetta fín hugmynd hjá. Ok, Jóhann finnur þannig smá verkefni fyrir svartreita biskupinn. Já, Biskup G5 hjá Dómatúr. Valdi þetta F4 sem að var alveg öðrugt á hann. Var hann að fljóta á sig með þessar G4 H5 pæling? Málega bara það að ég hef skoðað þessar línur töluvert og svona yfirleitt þá áttu bara að leika G5 F4 og chilla sko. Já. Út af því að, þú veist, þetta svona, þú veist, eftir G4 á hvítum, þú veist, þetta bara svona vart að, þú veist, lauma einum 5.000 kalli til anstæðingisins til að hann dreipur þetta peð. Já. Og þetta svona þannig sko, hann að peðin munum bara að standa og horfa hvort annað frekar lengi og ef G3 þá kannski oft H3. En það lúkar samt alveg, þú veist. Ok. Kannski F6 hugmyndir, passa samt drottning G6 skák. Já. Eða bara hrókur C8 slakur. Drottningin á hvítum ekkert að kapna úr reitum eftir biskup F5, hann getur farið á A3 og C3, en kannski voru eitthvað frábærir. Ef þú fyrir C3, er það planið að leika bara hrókur C8 og taka fara í endablið? Taka eitthvað endatafl með smá rými og leika F6 og reyna að valda DP. Hvítu kallarnir ekkert marga góða reitir það? Nei, og líka biskupparið, við vitum að biskupparið er mjög sterkt í endataflum. Já. Og líka sérstaklega svona... Samt með eina pælingu, hrókur C8, ég drep það allt, þú dref með biskup, þá getur líka kannski rittari B1. Getur verið góður á C3 og hótar að leika biskup C1 og bara vinna F4 strax. Já. Getur svo að rittari C4 með biskup C1. Ætla að sé... En tími núna allt innu, já, enn og aftur, Sassadóm. Einhverja 40 sekundur hérna. Skilur eftir 13 sekundur. Var að reyna að meta endartablið, Jóhann tekur. Og leikur rittari B1. En þá leik ég... Hann leikur biskup C1, já. Já, annars hefði komið rittari B3. Þannig að hann stoppar þetta. Reyna að fara hins vegar. Reyna að fara hina leiðina. Já. Og enda þá... Píðinu, Óni á D5. Þar á neða tíma í biskup E6. Líklega. Og þá rittari... Nei. Biskup A3. F6. Taka til. F6, mér líst mjög vel á F6. Þetta var alltaf í spilum, en biskup D6, já. D6. En... Tekur þá tilbaka með biskup ef hann tekur. En okkur leiki ekki rittari C4. Nei, okkur Nei. Biskup C8. Ég veit ekki neitt, fyrir ekki með. Skil henni leika ekki 4 sekundur í Sassa, þetta er orðið hættulegt. Veitu, Óni á D5 eða ekki? Hvað er að gerast? Hann tekur þetta núna og núna biskup E5. Það meikar enga sens. Líst ekkert á þetta og Jóhann með eitthvað svipbröð. Hann getur tekið á D5 og... En byrju, af hverju draf hann ekki bara D5? Ég veit það ekki, það er góð spurning. Núna valdar hann og það er Óni á F4. Og A6 er hugmyndin, hann vill... Já, flott hugmynd. Teki og vill spila på BP, en biskup C7 getur líka verið smá byggla. Ég myndi nú bara taka... Já, biskup C7 er hugmynd, hann getur tekið F4 líka. Þetta er bara mjög flókið. Þetta Jóhann sé að mögulega redda sér núna. En af hverju ekki biskup D7? Ok, ég tekur B6, þú tekur á B5. Ég fer að B7, já. Já, ok. Já, ok. En nú getur tekið akkur tónum í F4. Það valda á D4. Það er Óni hafna. Óni F4, ok, hann leppar hann á G3. Þetta er, sko... Það var Óni H5. Það er valla hægt að lýsa þessa endartafli, það er svo mikið í gangi, sko. Þetta er alveg rosalega... Þú verður bara tíminn, Jóhann áraðin 2 peðum yfir bara... Out of nowhere. 3 peðum yfir? 3 peð, ok, hann farið hendur F4 tilbaka. Nei, hún er G7 mér, wow. Byttu, hann næri að halda þessu öruglega. Þetta gæti enda... Það er Óni á F3 alveg... Kongur G5. Svartur ætti nú alltaf geta að redda sér það sem að 2 rittarar mátt ekki. Það er náttúrulega aðalvandamálið. Þetta hlýtur að... Nei, Hvítur er svolítið bundið náttúrulega af því að það er Óni á F3, hann leikur H4 já. Hvernig bætir hann stöðuna? Já, hann er ekki bætið stöðuna. Hann er ekki bætið stöðuna. Fer bara tilbaka, já, vel.
Þetta er bara jættibli, kongi 2. Já. En ég vil nú segja... Hann næri ekki að pegunum jættibli. Ég vil nú segja að þetta var vel gert því Jóhann Bjarga þessu. Tvisvar. Hann kom með algjöra skil. Riddari 4 er bara dripi og Já. Þetta er ekkert verið að flækja þetta og við vitum að ræðilegt jættibli sem við vita báðir. hápeði er náttúrulega jættibli og svarti kóngurinn er rétt svo að vera innan reits. Sæll. Og sjáum, Já, jættibli. stressi líka byggist upp. Þú ert komin í bráðabanan og veist að þú veist, sigur annarkur megin, enda bara hreinlega einvíð og Já, þeir taka sér smá harna. já, og ég held að ég þarf líka að gera það sko. Smá tíma til að ná áttum og hefileik aftur og nú er það Sasha Dom með hvít, riddari finnur 3. Þeir fara, já, líklega enn og aftur í einhvers konar Kataran eða Boko, FC4, biskup B4. Já, og ef G3 þá leika hann B5, þannig að hann... En nú fer hann í drottningin undir að hann skiptir byrjun. Hann Jóhann fer með biskup A6. Og B3. Alright. Var einhvern tappi að leika drottning C2 og fórna peðin B4 og tilbaka, þetta er svona gamalt system þar sem að hvítu vil meina að svart vil meina fyrir ekki að hvítu mennu standa ekki fullkomlega, biskup vil freka að vera B2. Og við sjáum að þetta líka gerist oft í Katalan aðalínu þar sem að kemur fljúandi skák á B4 og bakka sér til algjöra, 1-7. Við hefnum nokkra leiði til að tefla svart getur reynd að leika C5, reyndu líka að vera svolítið svona reyndu að tefla öðru, leika bara C6 svona svipa og Tevjaka hefur gert, en Jóhann leikur C5 hérna. Já, mjög hefðbundi að brjóta bara upp og fá svona symmetriska stöðu þar sem að mikið af álagi á miðborinu og mikið af aðgjörum geta verið gerðar og gera líka upp á það að staðan er flóknari en maður heldur og það, já, svona mikið að dæmi í gangi og eftir EDB D5 þá sjáum við að við fáum þessi svoköldu hangandi peð. Já, og D5 og C5 þau geta verið veik, geta líka verið svona ákveðin styrkleiki. Og ég get komið með reglu hér en nenni því. Nei, riddari C4 er oft leikur í svona stöðum þar sem að biskuparnir svona mætast þarna á skálínunni. Já. Riddari fyrir C7. En hann fer líklega í E6 í kjálfarið. Já, ég ætla nú ekki að koma með regluna að heilsinni en fleiri kallar fyrir svart því betra. Já. Því færri kallar því veikara peðin verða og út af því að þessi peð eru náttúrulega þau eru veik eða sterk fyrir eftir hvort að þau eru að rúlla upp borðið og eru að búa til sóknar aðgerðir eða eitthvað svoleiðis. Og segjum að svo að ef það væri bara einn riddari fyrir hvora hlið þá væri allt í einu mjög erfitt að valda við þessi peð sko. Já. D5 og C5. Þannig að, já. Og reglan fer eitthvað lengra en við sleppum því í þetta skipti. Já, við sáum líka að allir menn svart eru að valda peð. Nákvæmlega. Á miðborinu. Og riddari Daniel 3. Já, hann bara eikur við valdið á C5 peðinu með hróknum. Já, við hefum því og séðan sennilega bara drottning A5 eða drottning fyrir eitthvert og séðan hrókur eftir í 8. Frekari pressa, já, drottningi getur farið að A5. En þá er spurning, drottning A5, á ég riddari A-dribbu C5? Svo B4, já, þess vegna fer að með riddaran frekar. Já. Heldur áfram með það hefði verið gaffall í endan, eða ekki? Já, til að fylgja þessi reglu þinni þá riddari F4 leikur núna til að reyna á höfuðskipti. Men það megar alveg sens, að þú fylgir reglun, já. En, já, 4 kallar er best fyrir svart til að halda. Þið sjáu þessan tíman, Jóhanni, hann er 2.38. Já. Og F4, þetta er mjög óhefbundi, en þó að sé óhefbundi, þá þýðir ekki endilega að sé lélegt, sko. Já, ég meina hugmyndin er nokkuð svona, nokkuð ljós, hann ætlar að leika F5 og vinna peð. Vinna peð. Svart að það er að bregðast við, annarkvort að leika bara sjálfur F5, sem er náttúrulega ákveðni veikleika þar líka. Já, eða hvað? Já. Þetta er svona veiking fyrir veikingu og staðan verður mjög, mjög áhugaverð. Eru einhverjar
Er einhver fórnatækja fyrir svartan hérna? Nei, hann leikur F. Ég sá ekkert annað, sko. Já. Og biskup F2 bakkar, biskupin var kannski smá berskjaldar á E3, þannig að Það er svartur núna dreif sig tilbaka. eða tími að þessi biskup á B7 sé óvaldaður Biskup A8 getur oft verið leikur, eða ekki? upp á að hafa svona meiri möguleika með peðin, geta leikið C4 eða D4 eftir Nákvæmlega. atvikum. Og það sjáum að Byrju, hver er leik svartur? Já, hrókur E8, hrókur C2. Já, hrókur E8, já, hrókur E8, hrókur C2. Já. Bara ég sá ekki leikinu, jú, hann er rétt leit undan. Hrókur C7, já, valdi biskupinn. Og drótning A8 í spilunum að Já, Ég er nefnilega- Drótning A8, hrókur hinn, hrókur C8. Já, ég Er frekar ekki bara svartastaðan skemmtlegri? Jú, ég frekar hrifin að því að vera að leika D4 og reyna kannski að kasta riddar á G4 eða eitthvað sliðis. Þú veist, riddar á 6, riddar á G4. Já, já, Þú veist, eftir að leiku D4 það er þá allt í einu Sko, leið og hinn hrókur kemur á C8, þá losna kannski riddarinn á D7 undan sinni skildu þannig að valda C5. Já. Og þá getur að fara í þessi ævintýri þín hann, riddar F6, tigg G4 eða F4 eftir aðtökum. Ég leik til að leika D4 núna. En byrjum, núna heldur bara pressan áfram. Já, en D4 er ekki leikur, en C4, nei, það er ekki leikur. Já. Meina, ég valda P5 sinum eftir D4 og hann hótaði bara 5 sinum. D4 er örugglega leikur því að eftir kaup á B7 þá náttúrulega er hvítur búinn að veikja töluvert hvíturritinu hjá sér. Já. Og frambúðar. Og hérna í skák, ef þú ert að hóta 5 sinum og vörnir 5 sinum, þá tapar alltaf út af því að þú ert sá fyrsti sem að mun drepa það sem þú ert að hóta. Þannig að einföld stafræði, en ok, whatever, teki. Og við sjáum hérna 5 völd á C5, 5 sóknir. Já, það er bara ekki nóg. Það er ekki nóg. Og það gerir það að verkum að D4-leikurinn var að sjálfsögðu hárréttur út af því að núna setur biskupinn F2 frekar svona klunalega og ef þú leikur E3 þá kemur eitthvað svona drótning F3 og eitthvað svona vesen. En þarf að halda áfram einhverjum aðgerðum, leikur B4 reynir að fara í dýnamíkina og eftir C4 á leikur hann, á hoppar hann heldur til C5 eða hvað, eða til E5. Það er ónýðu F5, aðtíksvert. Aha. C4 dróttir á F5. Sem er tempo því að ónýðu E6 með ská. Nákvæmlega, og það myndir græja spilið. Það er það sem gerist. Og ég held að Jóhann mista þessu. Jóhann getur að mista þessu. Það er ekki. Þetta getur verið mikilvægt augnablik í þessar skák og einvíginu. Og riddari E5 hann fyrir C5. Fyrir á C5 til að tryggja það að hann vinnur C-piður aftur. Og þetta er enn og aftur bara svakalega flókin staða. Tíminn fyrir að skipta miklu máli hérna. Já, og við gæti leikið drótning B5 eða eitthvað. Nei, ekki tími í það. Hann tekur á C4. Hann tekur á C5. Og hvað er að gerast? Og D4-piður losnar líka eitthvað. En hvað er hann að pæla? Hrókur með C4? Nei, teki. Drótningi fyrir hvert? Hún ávegilega góðan reit. Verður að fara eitthvað eins og G4. Já, en þá ertu svona aðeins að fara tilbaka. Já, en það er hún í að D4. Drótning G5. Drótning G4 að D5. Já, hann valdar þetta. Nei, hann átti að leika drótning E4. Það er hún líka F5. Aha. Og ef þið fyrir til E4 þá er beilað á þetta. Centralisera sig og meiri þess að ég vil kannski leika F6 sko. Kasta piðinu þarna, hóta þínu máti. Og drótning G4 var klárað á skári. Mögulega þetta akkurat augnablikið sem að virkar D3. Ræður einvíginu. Virkar D3. Úff. Er það? D3, biskup D4, millilegur. Nei, á baka til sér. En ég meina, ég get ekki bara tekið leik á D3. Hæ? Drótning E5. Þetta var máslið. Þetta var bara... Nei, máta G7. Æjæjæj. Þetta var dýrmætt. Máslippaðan, erum við aftur að fá inn... Já, hann hristi hausinn. Já. Hann hristi hausinn leið. Það leikur engin stórmestari drótning E5. Nei, meina, D4 og... Biskup D4 var hugmyndin. Drótning E4, krúsjál, þá átti ekki F5 og það drótning drepa G4 og FP er hreinlega leppað. Svakalegt. Þetta var svakaleg vending og já, það vant ekki dramatíkina hérna. Og meira þess að Jóhann Manstu var heilum kalli yfir hérna með drótning drepa G5, riddar F6 hérna. Já, með pálmann í höndunum. Í 2 skákum. Já, heldur betur, þannig að ekki vant að sviftingarnar. Enn og aftur netskákin og músin að spila inn í. Já. Þetta hefði aldrei gert við borðinu. Það er hreinlega það sem ég meinti áðan þegar við vorum að útskýra hverju voru að keppa í kvöld. Allt rétt. En við fengum hérna 2-1 í kvöld. Vigni Vatnar Stefánsson fór áfram gegn Lengup að Tasniku 4-0 og seinna við var æsispennandi eins og við vorum að sjá. Erum við rétt að ná okkur niður. Það var bráðabanni og
Já, hvað, 4,5, 3,5 fyrir Alexander Domalchuk sem fer áfram. Já, 4-3 eða ekki? Stendur ekki? Ég hef ekki rétt tefli í fyrirklákinu, en það vantar inn í hálflegan þannig, en Já, ég byrst aðsökunar þessu yngur. það breytir ekki öllu. Háspenna lífsætta, en við höldum áfram með 16 manna úrslit. Næsta sunnudag var það ekki? Næsta sunnudag, næstu ekki. Algjörlega. 8. febrúar. Já. Já, ég er með rétt. Já, þú Og mannst rétt. Þar er þú mættur, en við sjáum til hver mætti með þér. Við mættur Já, tefla upp á því að Bjarni var. En við verðum mættur en eldræsi. menn voru líka eitthvað að segja Bjössi Þorfinns kannski? Já, hver veit? Við getum hrókera líka, það er ýmislegt í stöðunni. Vigni Vallar? Hver veit? En ég held við séum góður í kvöld, þurfum að ná okkur niður, sprauta okkur niður hérna, háspennuna. Þetta, já. En við þökkum ykkur fyrir áhorið og sjáumst það vika liðinni. Takk fyrir okkur. Takk hella.